held ég, kæru hlustendur, FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan föstudagurinn 13. Það er eins og ekkert óhappa sem er að fara að gerast hér næstu 2 tímana. Þetta verður alvöru sjó því að þetta er svolítið öðruvísi. Og þetta er náttúrulega öðruvísi því að Auðun Blöndal og Steinþór Róar eru í tökum í flugvélum þessa dagana, eru mestmegnis í flugum. Fyrirliðin er að sjálfsögðu á sínum stað. Egill Einarsson, af öllum tímanum hjá drengjunum, hvað eru búin að vera mikið í flugi? Sko, þetta gleður mig ekkert eðlilega mikið, þessi löngu flugháðum, því að nú þekki ég það frekar vel, ég veit hvernig Blö er peraður í 3 tíma flugi. Já. Hvað á 16 tíma flugi? Þetta er ímyndaður. Og þeir eru ekki á business class, sko? Nei, monkey, þetta er allt monkey. Já. Allt monkey? Já, ég bara. Þá er Blö pyrraður. Sko, 16 tíma flugið, ég sá mynd af það, þú veit ekki mynd af sætun, ég held að sé svona þröngt. Á svona 2 centimeter sætun. 16 tíma flug. Já, ég bara. Heyri í röddinni, þar að þurrka borðum á stólum eru við hérna í FM 95 Blöð því að við erum komið í Jón Gunnar Geirdals meðal annars. Við erum vanlega 3 en nei, það dugði ekkert meir en 4. Egill, vilt þú kynna hinn, gestinn? Man of many colps. Takk. The Coldfather. Já, ég veist ég FM röddinn. Þetta er rosalegt, sko. Þessi kvartett. Já, sko bara, þú veist, eins og sagði, aldrei verið 4 síðan, sko, þegar þú nefndir hvernig líst þér á, þú og Ted. Og ég hugsa bara Það er sem sagt ég hlustandi góður. á föstudeginu 13. Já, Ted menn. Já, ég menn bara, veist, þetta er bara Og Egill, Hér erum við. þú varst að Aldrei ná vita í, sko, FM fór í loftið í miðum júni 1989. Það er rosalegt. 90s FM. Þá varst þú mígandi og skítandi í þig, eða ekki? Það er alveg hárrétt, þá er ég 4 ára. Það er alveg hárrétt. Basically mín Þá er ég 15 ári í dyrjónskóla maðurinn bara. Ég vangadans. En sko, þeir eru komið svona mid-90s og taka þessi menn bara yfir. Já. 1994 FM 97. Takk. Það var veistlamar. Hvar byrjaði þetta? Í Álfabakkanum? Jú, Álfabakkin. Þá var Svala að fara að flytja þetta. Ég er alltaf að djöflast í Svala með þetta. Þegar ég er að byrja á FM, þá er Svala að hætta. Þá er Svala að fara að flytja til Osloar að læra húsgagnasmíði með kærustinni. Þetta hefur hann alltaf verið að við það flytja út að gera eitthvað? Já, en ég minna reglulega alltaf á þetta, bara hvernig húsgagnasmíðin í Oslo hefur gengið. Því að svona fór hann ekki til Oslo og eitthvað. Bara, Er hann smiður? Nei, Sigvaldi Kaldanós er mögulega ekki smiður. Ég myndi ekki treysta til þess að negla upp mynd heima. Nei, Svali vinnu minn, stóru vinnu minn. Það er bara þegar ég er að byrja á FM í Álfabakkanum, þá er Svali basically eins og sé að kveðja alla. Ok. Og svo alltaf kvatt hann ekkert alla, bara svo bara gekk það ekki bara upp og hér er hann ennþá, ekki reyndar ekki hér, hann alltaf er rót tenni. Hann var alltaf vann í 30 ára viðbútt eftir þetta á Já, FM. byrjaði á Rás 2, hann er ekki margir sem byrjuð þar. Nei, sko, Ég byrjaði á X-inu. Nei, sko, hann byrjaði ekki á Rás 2, hann fór af FM Yfir á Rás 2. Já, í alvöru. Það vissi ég ekki. Því að Rás 2 sko borgaði rosalega vel á þessum tíma svona miðað við einkabransan. Þannig að hann tók nætuvaktirnar á Rás 2 frekar hann að vera töffarinn á FM. Já, ég tók náttúrulega útrás Sólina 93 og hljóðum þessu sem 100 ára. Allavega, fyrir svo árið í Ameríku. Já. Skiptinema, pre-internet by the way. Ég beði bara til landlínu símtölum og skrifum brefum frá vinum mínum. Fólk er að grenja yfir heimþrá núna, bara tengt alla sólhringin. Allavega, kem heim, nokkra vaktur á X-inu, FM. Sko, þið tveir, náðu þú að vera dagskrárstjóri, Jón Gunnar? Nei, ég var aldrei, ég hætti á FM, ég er 94-2000. Já. Fer þá på Mono þegar Pálmi Guðmunds var dagskrárstjóri þar og svo fer Pálmi í markastjórastöðu 2 og ég verð dagskrárstjóri Mono í rauninni. Já. Svo kaupir útvarpsfélagið fínan miðil, slögt á Mono, Svali tekur FM, ég klukkam út. Sér hvað, mannst þetta allt saman maður? Ég man alltaf ekki neitt sko. Hann er þetta upp á 10. Já, þú veist, þetta er ekki flókin saga, Guðminn almáttugur. Það með þú var 6 Það er ekki svo við erum í Seðlabankanum, við vorum í útvarpi. Þú var sem sagt 6 ár samfleitt í loftinu af 5. Já, en ég náttúrulega var, ég var alveg samfleitt í loftinu, en ég var samt alltaf miklu meira svona í kringum hlutina. Já. Mér varst plöggið og viðburðir, fara með FM norður og halda ykkur gig og dóp. Mér finnst alltaf skemmtilegar, fínt að vera í loftinu. Svo alltaf var annað hver FM DJ helgar, ég netti því ekki. Ég var meira svona skemmtanastjóra trúður eitthvað. Já. Ég og Svala og Skugga, ég og Svavarörn og Astro. Mér finnst fínt að koma, geta farið bara til 90 mínútur, nema þátti Svala eftir að DJ í 4 klukktíma sko. Ég minna þar. En ég náði 6 árum á FM sem voru sjúklega skemmtileg í gegnum allt þetta aldamóta sveitaballa bigs. Nú erum við að missa svona 80% af þeim sem er að hlusta. Þeir bara byrja Astro og Skuggafari. Nei, nú erum við verið að reyfi upp söguna. Mömmurna mun eftir okkur. Varstu skemmtanastjóri á Skugga? Já,
Ég og Sigvaldi, vinnu minn Sökkar ekki þekkti þá, ef vesen komast um skugga Það var vesen að komast um skugga Er það ekki? Jú, Sko, þú hefði líka viljað þekkja, sko, málið það. Ég meina sögu hérna, sko. með þykkt hár Já, þykkt hár, heyrðu, ég þekkti ekki Jón Gunnar þegar hann var skemmtarnarstjóri á skuggabarnum. Það er rétt Já, nákvæmlega. Og ég náttúrulega var búin að vera í útvarpinu í mörg ár og var Mjög frægur. Já, mjög frægur og kallinn og allt það. Kem á skuggabarinn, stendur ekki tett í hurðinni og ég hleyp okkur inn eða eitthvað og bara horfði á mig. Men nei, það eins og bara drastli sem þú varst. Eins og drastli, já. Og þetta voru basically fyrstu kynnin af Jón Gunnari að ég fekk það rosalega saman. Hann bara pakkaði mig saman og var ekkert að fara að hleypa mér inn. Ekki séns Þykkt, dökkt hár í jakkafötum, stóð í hurðin og skuggabarnum og kolbarinn fyrir ekki inn. Varstu með ég og glerun? Já, sko, ég held að það hef ekki verið komið það tímabil, sko. Nei, skuggabarinn var þetta hrikalega skemmt. Það var alltaf bara eins og ég veit ekki, bara svo Átó í dag eða B5 var eða Austur var það bara vinslæstu klúbbur í Reykjavík ógeðslega gaman, gildisalurinn skuggi mjög skemmt þetta Röði raskat, vesen og þá vorum við með eitthvað sétt Club FM sem að ég og Jói Franski og einhverju stofnuðum sem var svona enga klúbbur sem endaði ég verið eitthvað nokkur undir manns sem var svona, ég hef með eitthvað Club FM kort þá fór ég bara fram fyrir röðastar og fríi drikkir og VIP þetta og VIP hitt sko Rikki græjaðu Club FM kort og nota bene, við heldum eina partíð sem hefur verið haldið fyrr og síðar fyrir miðnætt á gamláskvöld það voru allir bara glætan maður, það er allir heim að horfa á skaupið við varum bara, hörðu, takk þetta skaup og skrúið það bara við tökum bara í þingun í fyrramálið þannig við tróðfylltum skuggabarinn og gilda bara 5-6 manns fyrir miðnætti, allir út á Austurvöll niðurtalning og svo bara brjálaði gýr sko bara opinn bar allt í bóði, skím og aldrei heitari þú veist, Emilian Torrini og síðust Másson eitthvað að kynna og ég og Svali bara í kjallarum að drakka Dom Perignon á stúð bara allir bara, þetta gengur aldrei við bara hörðu, ungu fólki drull þetta skaup, við taka bara í fyrramáli sko. Þú veist frumkvöla með þetta, byrja fyrr mikli frumkvölar, late 90s, takk Kolbari, hvenær byrjaði þú í loftinu á FM og hvað varstu lengi í loftinu á FM? Sko, ég spurði bara Jón Gunnar að þessu ég held að hann sé bara með þetta betur Nei, ég man bara mitt og manns bara þitt, já Sko, málið alltaf, ég byrjaði í FM upp í Gerðubergi þegar það var þar það var hérna það sem að ég var ekki þar bókasafnið er sérst og þar byrjaði ég bara þegar ég er byrju hvað, 18 ára, eitthvað svolítið sko. Það er bara, bara eitsi síðan ferða það hann sérst niður í Álfabakka þegar Árni Sam kaupir þetta Já, ég var þar Keypti Árni Sam FM? Já og setti það hann hinum meginn sérst í Sambíón í Álfabakkanum sem gengur inn í dag og sérst hinn endin það er svona flott svona glerskáli geggjað hotna og þar sem sagt var FM sko og síðan í kjallarinn sem er orðið eitthvað bíó í dag sko og þar var ég Hvað, þá hef ég verið þar 95 til Nei, 93 til 5 eða eitthvað Síðan fer ég upp á Íslenska útvarpsfélag og byrja á Bylgjunni og er þar mitt eins og ég segi og leiður okkar líka aftur saman í útvarpinu þegar ákveða að stofna Mono og ég er svona inn í því dæmi með Pálma og síðan ákveða það þurftum að fá einhvern alveg tónlistastjóra þannig að fáum Jón Gunnar til að taka það að sér að því að Jón Gunnar hafði það á þessum tíma að því að á þessum tíma náttúrulega voru diskar og þú veist ekki eitthvað svona geisladiskar hlustendur og svona kjaftaði fyrir dag það var ekki eitthvað svíi búin að búið til algoritma þá nei og bara eitthvað Spotify og þetta svona sko og ég man það til dæmis bara mjög vel að við tókum til dæmis sko hvað er allir Jón Gunnar í rauninni tók til dæmis bara high risk og við sem með Mono til dæmis að setja trabant í spilun Sexy Boy með trabant sem var bara svona algjörlega on the edge og var eitthvað sem var ekki spilað á FM en einu stöðum og þannig að þú veist það var ógeðslega skemmtilegu tími að stríða Mono og Pop TV var að byrja þarna þú veist hrikalega skemmtileg þar náttúrulega byrjuðu trúðarnir í strákarnir og allir þessi vitlis á 70 mínútur ég meina 70 mínútur byrja sem útastáttur sem var bara þessi, þegar Pálmi var að ráða Sim og Jóa í það ég meina Sveppi bara hann að vinna í grænmyndin í Hagkaup með Dabba vinni mínum þú veist, þú vildi bara vera frægur og labbaði innan gæsalepa hringin í kring á landið ég man eftir því, ég var krakki sko. Já og þá bara, og þetta er bara, og svo bara the rest is entertainment history svolítið, ég meina Pétur Jóhann verður finnastamar Íslands 99 ég þekkti hann bara þegar hann finninga inn í FG og Bíkó sko við vorum með Pál Óskar og Dr. Love á sundarskvöldum já og svo minna, þú veist, svo alltaf Sverri Bergmann þarna breyka Ánu þín sem að ég fann sko því að það var mjög skemmtileg sko því að hann vinnur söngakynni framhaldsskóluna og ætla ekki að gera með lagið
Svo var alltaf frænka mér alltaf að senda eitthvað lag sem var að sendast á mitt alltaf vingur og þess að hvað er þetta? Þetta er án þín en það gaurið sem vann á það söngakefna. Ég hringdi í hann, þá var hann bara eitthvað nördast í starffræði HR eða eitthvað náskóta sko, það ekki að gera neitt. Við menn í stúdíó, Ingo heitir vinur okkar tóku upp án þín og aftur, the rest is entertainment history bara svo bara verður bara Sverrir Bergman bara risastjarnan sko og stórkostlu söngvari. Og þá var hann alltaf að segja mér, svo er hérna vinið minn ógeðslega fyndir hérna frá Sauðárkróki. Hann langar rosa mikið að komast á útvarp eða sjónvarp eitthvað anskotan. Þá var það blöðsteikin. Og ef þið fara bara á YouTube og horfa á án þín myndbandið, að því að síminn flýgur Sverrir Bergman surprise á þjóðhátíð 2001. Bara stutt eftir án þín breykar. Þá er auðvitað blöðið því myndbandið að hoppa okkur ykkur grindverk mölvaður. Þetta er bara 5 mínútur áður en að Auður Blöndal sagan byrjar sko. Það er svona bara fyrir hann á Pop TV og bara búin að vera geggjaður í 25 ár. Ég og Simmi heldum sko ammælið okkar saman einmitt og þá sko vældi blöð í Simma að fá að koma fram og taka Jackson dansin í ammælinu okkar. Nú þarf hann bara að taka Jackson dansin. Má ég nokkuð koma og vera að taka Jackson dansin? Svo núna þarf bara að tuðir að taka Jackson sko. Þarna tuðan að fá að taka Jackson. Alveg. Þetta var hrikalega skemmtilegu tími. Því að þarna var bara FM og Mono einhvern veginn og við djöflast út allt og endalaust sko. Hrikalega skemmtilegt. Þetta var samt bara, ég man þegar ég fer í fyrsta viðtali mitt á FM 2003, þá var Þröstu 3000 sem satt dagskrárstjóri. Og ég vissi ekkert hver hann var sko. Þá var ég bara á Kiss FM og tekinn og þú varst þar? Já, byrja þar sko. Þröstu 3000 þyrfti að vera með ADHD-lyf í legg. Elska fuglinn. Hann er bara með svona lyfjabrunn bara. Og ég vissi ekkert hver hann, ég vissi hann alltaf hann var í loftinu, hann var þá með lögreglum á morgunþáttinn, einu sem ég vissi. Og hann bóði með hann upp yfir og hann spyr eitthvað, hann vissi ekkert, hann var bara búin að heyra mér og bóði mig viðtal og segja bara, hvað ertu gamall? Ég er 18 ára og þú kemur alltaf Jaben, snaben, guten Abend 18 ára. Hvað varst að ræða við Þröst 3000 þarna? Komast í loftu á FM. Var það bara starfsvið? Það var starfsvið. Hann vildi meina það sko. Bara skrifstofa, þú og Þröstu 3000 og sækju vinnu. Og sagði Jaben, Aben, guten. Nei, Jaben, snaben, guten Abend. Þetta grínast það. Þannig að eru allir þessar FM frasar bara tókanda frá þér kannski? Nei, þetta er alltaf hann búið að taka þessa ræðu miljón sinnum sko, alltaf þetta frasa bull og annað. Þetta var rosalega mikið svona late 90s. Þetta var líka Einar Ágúst og Skím og Lingóið. Þeir gáðu út einhverja bók einhver tíman það sem var svona Skím og Lingó. Og svo voru við einhvern veginn þessir FM trúðar hnakkar, hvað skal kalla sko. Svo fyrir upp á Mono og þetta verður bara á Pop TV og svo kemur Jói Áspjörsinn og Simmi og einhvern veginn. Þetta verður bara einhvers konar mállísku stælar í kringum okkur og kringum jammið og einhvað bara, veist, maður sendi bara að vinna parkett spurningamerki. Þá var búið að stytta þann úr sleikja parkett sérst að fara að jamma og vera mölvaður. Svo endan þurfti bara að setja parkett spurningamerki. Getur við fengið það aftur í gang? Ég ætla að senda skilja á parkett spurningamerki. Þetta var alltaf bara einhvern veginn svona og svo áranda vaktar símtal fræga kom til mín frá Sagafilm sem alltaf bara steikt símtalið spáðið það. Veist, ég fæ bara símtal já, við erum að þróa sjónvarsseríu, skrifa Raggi Braga og Pétur Jóhann og Pétur Jóhann þá þekkti mig, ég myndi alltaf býr með Ölmu systar á þessum tíma, voru saman í 5 ára og eitthvað sko. Og hann alltaf var líka í útvarpinu og svona í þessum feeling einhverjum. Þá svona verðum getur þú skrifa niður hvernig þú talar sem er fáránleg spurning. Og ég bara eitthvað, já, örugglega, bara geggjað það. Ég er vinnandi bara í skífunni þá sem svo var setja á blað og eitthvað. Og ég fann þetta blaðum daginn, svo þetta var 90% því að rata í þessar blessuðu seríur. Þetta var bara svona einhvað, bara við vittlýsingarnir að tala einhvern veginn og oftast bara að bulla eitthvað sko. Var ég á sætlega? Já, þetta var líka bara svo fyndið, svo hitti ég Pétur Jóhann og Dóra Gylfa þegar þið voru að fara yfir senu og eitthvað og vildi svo skilja aðalega bara hvernig þetta virkar og þá var bara, ég minnum að sena þegar Geti Kasi og Ríkur inn á bensinstöðun og Fórðarinn er pott sískinni. Já, bara fórðarinn sískinni, bara hvað tegund að steikir þú? Þá vildi Dóra aðalega skilja sem þegar var að leika Geti Kasi, bara hvernig virkar þetta? Já. Það er bara alveg þannig að þú bara frössar út í frössum og hinn manneskjan á ekki breyk sko. Þú kemur bara ekki orðið að, hún næri alltaf andanum og þannig var Geti Kasi og þannig var Ólafur Ragnar þegar helsti draumur Ólafs Ragnars var að fara að vinna á FM 957 sko, sem að fekk svo endanum var að fanga eftir hennar í Bjartþórsson. Þannig að þetta var brjálæðislega skemmtilegu tími, Guðmund Almáttugur. En Pétur, sorry, eitt enn í þessu, Pétur lýstis alltaf best og ég sagði alltaf bara spurði bara Pétur og hann lýsti þessu best, hann var ekkert með í útsendingu
Mono, ég kem eitthvað inn, hann er einhverjum geggjum ból sem hún fannst einhver hlýraból. Ég kem inn, heilsunum ekki sinni, bendi bara á hann, dánabú. Því hann gæti ekki að keift sér hann forljóta ból, hann lítið að bara fengja hann okkur dánabúi og hann það gæti ekki sagt neitt, hann bara laðist í gólfinu og hann losa mikið, geðveik stoltur, mætti sexy í vinnuna og ég bara eyðilega hann. Þetta var svolítið þessi þvæla, þetta er 25 á síðan. Shit. Þannig var þetta nú og FM árið 94-2000, ríkalega gaman sko. Þannig að Kolbari, þú tókst FM svo Bylgjan og þú kom svo oft og þú tókst þér sem dagskrárstjóri. Já, tók við það við þresti 3 og hérna, ég mann eftir því þegar þú varst að tala um þetta á sínu tíma, þú sagðir þá strax að þú ætlar að verða sem sagt útvarpsstjarna og ætlar að, þú veist, þetta yrði þinn karriér í framtíðinni. Það var í tvítur. Já, og það er alltaf mjög margir sem hafa sagt ekki um tíðin og ekkert orðið úr því. Varstu búin að ákveða að vera 20 ár síðan að stjórna FM, þú útnáður að stjórna FM right now. Heiðar var svolítið eins King Richie. Já, ég basically horfði á því samt á þeim tíma og ég hugsaði þessi er að fara að stjórna úlingavinninni mestarlega á sumrin sko. Hann er borðdaglega þessi gæi, hann verður aldrei neitt í útvarpi. Já, sko, ég sé myndir af Rikka frá þessu tíma, ég hef aldrei séð svo. Nei, ég veit það. En útvarpi bjargaði Richard. Svo ég segi þið verið frábæri, þið eru algjör FM legend en saga mun segja það að ég hef í næsta mánuði verið 21 ár samfleitt á FM og dagskrárstjóri í 11 ár. Ég er með 14 ár sko, ég er close second. 21 ár samfleitt. Það er rosa. Á þess að hætta. Á þess að hætta, ekki komið tíma á það þá. Er bara Gott Mansson með lengra eða? Já. Það er rosalegt. Heiða var ykkur 18-19 ekki? Eitthvað svo leis. Hvað ætlar að gera ef þú tekin að fundi hérna Richie, svo það eru Rikki við ætlum að uppgreita þig yfir á bylgjuna. Hvað ætlar að gera? Þú verður að segja nei í kvelli sko. Fyrir að fyrst þá eina sem hann gerir ekki er að lesa fréttur og skúra. Þannig að við erum alveg róleg bara með það sko. Þannig að ég held að ef að Richard færi eitthvað annað þá færi hann bara í sportið bara 103% sko. Já, það er líka. Ég held ekki að það liða bylgjuna, það er ruglað sem við faraðið sko, það er vel að ég og ok. Á bylgjunni, einmitt. Það er keks spila liðarna heim með. Eins og heyri kæru hlustendur. Hérna með einn sko. Þetta verður eitthvað þáttur. Við faraðum sér þetta. Þetta er náttúrulega venjulegur þáttur. Við erum 4. En af hverju ekki bara með alltaf 3? Af hverju ekki bara 4? Hei, þú, Gilsi, þú er skipstjóri núna. Þú ræður. Ég er gaman að þessu. Hinn er 2 í flugvél yfir Malasíu sko. Já, það er 17 tími í loftinu í Ástralíu núna. Þú ætlar að henda, því að þetta eru nú 2 góðu vinnir, Kolbarinn og Tett, þekkjast mjög vel. Þú ætlar að henda þeim í þekki eða ekki? Já, það er gaman. Sko, þeir eru þekkjast lengi. Mjög líka heilbriðar spurningar þar. Já, allt mjög heilbrið sem kemur frá Ísæ. Og svo langar maður líka að taka þá í svona King of Media / King of Entertainment í spurningakeppninni. Mjess. Þeir hafa nú báðir flutt. Nei, þú er náttúrulega flutt inn í tónleikum, en hefur þú gert það? Nei, ekki tónleikabixi. Tengdur Entertainment. Já, gæin er búin að skrifa inn á skemmtilegustu sjónvarpsþætti söguna sko. Já, ég minna, þú veist, þeir eru báðir tengdur Entertainment. Flutti náttúrulega líka inn Jordan Belfort á sínum tíma sko. Já, The Wolf of Wall Street. Ég mætti á I'm not fucking leaving. Það var veistla. Já, það gekk vel. Takk fyrir. Þú veist bara eitthvað smá tuð. Þú verður að flytja hann inn. Ég fekk smá tuð. Ég flytti eitthvað upp í stand og fyrirlesta dótin. Ég hef ekki verið að flytja inn skúter 6 sinum á síðustu 7 ára með svo Áskil Gold. Hann tók það nokkur sinnum sko. En við erum með alls konar entertainment tengingar. Skúter er búin inn í höllinu bara næsta mánuði. Já, ykkur var veitir vinna. En málið er bara, þetta er það sem við mun gera sem þetta er. Og þetta er ekki mér fyrstið áttur. Við náum aldrei ná að klára allt sem við ætlum að gera. Þetta er smá lúksusvandamál að það mikið sem ég er með skrifa niður í skjalið að við náum aldrei að klára þetta. Það er bara að keyrum þetta bara í gang og verið með okkur til klukkan 6. Við förum í slúðrið eftir smástund. Það er ekki mikið að gerast í slúðrinu en það er einn áhugaverðu móli eftir á móti. Þú ert oft með góða móla þar. Já, ég ætla að gera mitt besta. Þetta er FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957 Rikki G. Egil Gils Ásgeir Kolbensson, Jón Gunnar Geirdal. Já, það er ekkert verið að grínast hérna eins og eitthvað sagði. Nú hafa einn að segja fá Tatman og Kolb faður aftur, heyrið það strax eftir að vera legendir í þáttur. Segir bara takk. Það er bara þannig. Herru, við ætlum að henda okkur í létt slúður. Ég vann nú sko sagði nú við Gilsaran þegar við vorum á Ólífa hérna áðan að preppa þáttin að það er lítið að gerast í slúðrinu en svo sendi Gilsi með móla alvöru slúður móla og ég þakka kærlega fyrir það Gilsari því að
Að því við erum með Kolbo og Tett hérna hjá okkur sem eru vel yfir meðalagi graðir. Næja, þá byrja fyrir Hvað getur það? Allir er borðið í tóðlastina Byrju, hvað? Ertu ekki að fara í slúður? Jú Erum við mættið til Hollywood? Mólin fjallar svolítið það. Já. Því að sko Katy Perry sem þið þekki nú, hún er búin að gera mörg góð lög, I Kissed a Girl og þar fram til göttunum. Hún er sem sagt með Getur það verið næsta lag? Já. Getur það undirbúið eða baka tjöldi með við getum gert það bara. Með þess mólin Þetta er útvarpið, þetta er að gerast Þetta er rauntíma Hún er náttúrulega gift, vitið hvernig hún er gift? Já, Orlando Bloom Orlando Bloom Rétt. Legolas Heldur betur. Herðu, Legolas. eru duglegir að vaska upp heima hjá okkur? Já, svona Einhvað í kringum uppþóttavélina þegar hún er ekki Já. Fáið þið eitthvað fyrir það hjá frún ykkar? Fáðu eitthvað fyrir það? Ekki skammir allavega. Fáu eitthvað fyrir það? Já, fáið þið eitthvað fyrir það frá frúnni eða vaski upp? Er það ekki alltaf eitthvað barter á heimilinu að shoppa með 3 diskar og hvað þýðir það? 2 glöðs aukarlega, herru, ég ætla að hætta hnífapurum. Sko, koldraslið er þrifóður sko. Hann býður í dinner og hvað þá. En ég meina færið eins og hjá Fjólu, færið props og vaskar upp eða þú veist, gerur hún eitthvað fyrir? Til hamingi fyrir að taka þátt á heimilinu sko. Hún gerir það við þig. Já, þannig að þú veist Færðu þú eitthvað sérstaklega? Nei, bara ekki neitt sko. Þú þrifóður Það ekki neitt. Katy Perry gefur Orlando Bloom munnmögg ef hann vaskar upp eða í hvert skipt sem hann vaskar upp. Já. Ég er ekki að vera að vaska upp Æ, þú veist. Ég ætla ekki að vaska upp Þetta er svona horse manure svar í einhverju miðl út í heimi að Katy Perry er búið fyrir karakter sko. Nei, hún var í hlaðvarpsþætti sem heitir Call Her Daddy og hún viðurkenndi þetta í hvert skipti Í sem hlaðvarpinu Call Her Daddy Þetta er að vera eitthvað trend. Það var ekki að vaska upp núna í mánu. Það er bara ekki að snerta vaskinn sko. Það er bara, þú veist, og síðan tekið eitt disk og dettinn á þessa lest. Svo, og ef þú spurður þá sér ég bara Katy Perry. Já, Katy Perry. Hvað mennur? Nú ert þú ert ekki þrifóður En Orlando Bloom er búin að vera mjög duglur í eldhúsinu við stundafæri. Duglur í eldhúsinu, það er spotless. Það er sko Hann er bara í því að reyna að skýta allt út þess að reyna að vaska þau upp aftur. Það er eina sem hann er að gera sko. Það er sko, það eru matarlegar inn í skápunum. Það er bara, þú veist, það er mikið ruslin í eldhúsinu sko. Katy Perry, já þetta er alveg. Og hún saði líka í sama hlaðvarpi að hann náðist nefnilega mynd á honum sko á okkur velunarsýningu þar sem hann var að klápa á afturendan á Kim Kardashian við hliðin á Katy Perry. Hún er búin að fyrirgefa hún það. Það er ekki hægt annað en að horfa á rassin á Kim Kardashian. Bara, ef hún er fyrir fram að þá er hann allstaðar. Það tekur svona 80% á sjónsviðinu bara, þú veist, þannig að hvað mennur þau? Þannig að, þú veist, á að fara að skamma Legolas fyrir það. Hann leið til hægri og það var bara, þú veist, Kim Kardashian. Hann getur alltaf bjargað sér, hann vaskar bara upp. Já, hörðu, ég hef ekki séð það, ég er að sjá þessa mynd fyrst núna. Já. Þetta er nefnilega rosalegt sko. Hann er frekar lúmskur satt með hann er alls ekki lúmskur Hann er alls ekki lúmskur. Ekta efni fyrir útvarp að sína fólki mynd. Ég skal bara segja Þetta er náttúrulega mjög langt frá að vera lúmskur. Höfum það alveg á hreinu. Þetta er hérna, sjáu þið. Já. Þannig alls ekki lúmskur. Jóa augum hann er niður skælbrosandi, hann er að tjekka. Legolas er bara mannsett. Og fór þetta, var þetta vesen? Þetta Já, svona fyrst, en hún er búin að fyrirgefa honum. Hún sagði það í hlaðvarpinu. En vaskar hann ekki bara upp hann á morgun eftir og allir er feskir það? Fyrirgefa hann fyrir það að hafa hort á bakendan á Kardashian. Væntanlega þurfti að vaska upp núna í 2-3 daga á þess að fá neitt fyrir. Já, sem er alveg brekka fyrir Blúm. Það er brekka sko. Herri, ég ætla ekki að vera með slúður. Egil sendi bara á mig þennan móla. Þetta er góður móli. En já, hann er nokkuð góður. En sko, kostum við sér vera á Richard 21 árið setna. Nú ert þú ekki þrifóður eins og Kolb. Er eitthvað sérstaklega þjónusta fyrir það að vaska upp heima á sér það? Nei, ég meina, ég fekk nú bara lestur síðast í fyrradag hvort ég ætlaði að fara að taka ykkur þátt í heimilisöldum einna. Vá. Já. Og ég meina, ég þarf að ríða mig í gang. Þú fegst lestur. Já. En sömarið vesen fyrir Richard það þú náttúrulega bara býr út á bara út á gólfvelli, sko. En ég var bara að taka fyrir að klippa neglur og fá sjónótið það fyrir ekki til töður hann. Það fyrir vísti engin kona nennir að horfa á fullorðin kallmann með bumbuna út í sófanum að klippa táning. Það er alvöru viðbjóður. Engin, mér er alveg sama hvað gamla segir, henni finnst það viðbjóður. Richard, hendur hún á klósett strax. Þetta er alvöru viðbjóður. Ég meina, það er ekki svona að segja fara út allt. Þetta fer bara á hangklæði, ég er bara með hangklæði undir löppunum. Ég vil bara fá að vita hvernig sagði hún það væri ok. Var svona, spurður hana Ertu í lagi að sjá að klippa á mig? Hún er búin að vera með mér í 20 ár. Hún er bara búin að kasta inn hangklæðinu.
Hún bara veit að hún breytir þess ekki. Hún bara gefast upp. Henni finnst þetta viðbjóður. Hún bara kasta inn handklæðinu. Það er eitt slaka á, þetta er ekki svona fyndið sko. Jesús minn almáttur. Það er helviti fyndið. Ég verð að viðurkenna það, ég elska það. Hérna, höldum að sá fram, herðu, RÚV er búið að staðfesta það að Ísland verður í Eurovision á næsta ári. Yes. Ok. Ég er eðlilega, hvað hefur að gera í maí ef það ekki Eurovision? En þurfum við ekki samt að komast í keppnina það? Jú, sko, ég er með góða hugmynd en að senda bara Gott lag. Já, hvernig var það? Gott lag, hvernig verður það? Bara Já, takk fyrir þetta input. Það er svo ógeðslega einfalt að búa til gott Eurovision lag. Það tekur 7 sekúndur. Elta formúluna að gera gott Eurovision lag. Ocean View þurfti að vera Eurovision. Að þeim takist að klúðra því ár eftir ár er eiginlega bara fucking amazing. Ég meiri að segja, ég var í Svíþjóð í hitti fyrra og þá hitti ég fólk sem að svona sérfræðingar í Eurovision og þá fekk ég bara svona beint í æð af hverju Svíjar til dæmis eru svona mikil expert í Eurovision. Já, búin að vera bara síðan Abbavan 70 eitthvað. En þá ætla ég að taka yfir orði, ég kalla mig nú Euronörd, en að því að Svíjar eru búin að búa sér til þetta, hvað segir maður, þetta hvað ég var að segja, bara þetta orðspor. Þeir sendu út oft léleg lög, en þau eru samt alltaf í topp 5. Alltaf? Já. Þeir eru alltaf með svona Eurovision. Fannst þetta lag hjá Lorín að skilja að vinna seinna lagi? Tjatsi átti alltaf að vinna. En hún er samt geggju sko. En það er smálega satt, það sem góð við það lag, byrjun var rosaleg. Já, svo er þetta bara Lorín sem vann Euphoria besta Eurovision. Já, ég samla því. Raskadaðir alltaf símakostninguna. Tjatja tók, gómurinn kaus Tjatja, dómnefndin snobbaði fyrir Lorín. Ég elska að betta á, hvað fílaði fólkið þarna? Tjatja, maður fólksins. Það er samt ekki rúfa, höldum því áfram. Þarf ekki aðeins að endur sko kostningakerfið, þú veist. Ég endur sko bara, hendur sér ruslið og byrja að smíða þetta frá nýtt. Já. Hvernig vilt þú hafa þetta? Treystið bara þjóðinni fyrir að velja lagið. Bara mjög einfalt. Samanlega. Ég treysti miklu ykkur þjóðinni ykkur dómnefnda trúið á FM eða RÚV fyrir ekki. Já, það er þeim að segja. Akkur bara kýs ekki þjóðin punktur. Samanlega. Sko. Bara hver með flest atkvæði. Sko. Nú set ég eitt hérna móti sem hefur verið gagnrýninn í þetta. Að sko eldra fólkið, það er ekki í SMS-unum og dótinu. Þetta eru bara krakkarnir, skilur við. Þannig að þá kemur aftur þetta hvernig við getum jafnað þetta út. Þannig að ég held að sé ráð. Ég held að eldra fólkið. Sorry, ég elska eftir mömmu að segja sko, en ég vil frekar bara hún sleppi að kjósa, ég treysti frekar einhver yngra liði sko. Hún sendir 60 SMS á dag sko. Já, Ester er bara að síma sér 90. Hún getur alveg senda SMS sko. Sko, ég held að sé málið, setja þetta í ruslið og endur einhvern veginn stokkat upp og finna einhverja leið sko. Og líka hvernig var það bara að leifa bara, hörðu, hérna Eurovision, það með bara allir sendin lög, ekki handpikka einhverja trúða sem er að smíða lög. Það hefur ekki gengið betur en þetta. Og hérna, við mætum alltaf, ég vil ekki að gagnrýna síðustu lög sem settu út, en leiði bara öllum að smíða lög, mikið að talentir liða úti og smíði bara eitthvað neglu sem bara leiði Íslendingum að kjósa. Já, ég ætla reyndar samt að taka upp höndina fyrir þeim sem sáum síðustu Eurovision-keppni. Undankeppnin var með þeim betri sem hefur verið hingað til í undankeppni Eurovision. Lögin sem tóku þátt í undankeppni voru, sko, oft er þetta bara, heyrðu, hvað er ég að hlusta á? Þarna voru bara mjög áhrifaleg lög. Hérna, nú man ég ekki, hver fór út fyrir okkur síðast? Hera, já. En hvað var í öðru seti? Hann stólum mér frá Palestínu. Já. Þeir voru topp 2. Ég fóð mér sér höllina á úrslitakvöldinu. Já, það var ekki. Ágæð síðasta undankeppni var náttúrulega eins og hún var. Við eigum að fara í, sko ef við ætlum að fara ykkur á balluðu, þá ætlum bara að semja við Johanna að mæta aftur. Ef við ætlum að fara í það. En annars á þetta miklu verið bara eitthvað atriði. Þetta er bara að vera stemningslag. Þetta er bara teknolag, semi. Mikið af topp 5 lögunum er ekki svo bara stórkostlegt lag. Þetta er bara sjó. Þetta er líka bara það sko. Og bara hérna okkur búið til á stemning. Og líka að það er ekki svo tjá bílandi sko. Og við tökum þess að keppni alltaf alvarlega líka. Af hverju tekur ekki FM 95 blöð lagið þess að keppni? Þetta er frábær hugmynd. Ocean View í Eurovision. Við getum smíðað allavega lag sem heitir 100% í topp 7. Ég get að lofa því. Það var ekki svona flókja. Það er ekki svona
kortar smíða. Er ekki hægt að búa til Dóttor Viktor bara á græðnar og... Er ekki hægt að búa til eitthvað svona Það sé bara dansarar og hvetjum F95 blöð til að setja lag í Eurovision? En þú að starta þeim undirskriftalista? Já, ég bara byrja á hlera rúf fyrst sko. Ég bara kann það ekki sko Ég held að efsta leiti finnist trúðalistin ekkert rosalega fyndin sko. Já, þeir ráða því Þetta kosið eitthvað af fólkinu sko. Ég elska að Skarpa og vinni mín á efsta leiti sko. Þeir eru ekkert að klappa trúðalistin. Ef Ice Guys væri í gýr og þeir myndi aðeins hérna það var alveg eitthvað pæling auðvitað ættu þið bara að senda þá En næst hversu mikinn húmor eða bara svona við vorum að tala Evrópu við elskum þá en þá er ég bara að tala the rest of Europe Við erum með 12 Europe punkt að gefa með svo Germany klárt Já, en það er ekki svo Do you know John Johnson and Mr. Peanut Butter sko. Við gleymum okkur oft Við svona kynnum bara John Johnson og Mr. Peanut Butter Við erum alltaf æðislega sjálfhverfinn í okkar litla Íslandi Okkur finnst við geggjuð Þetta er það geggjaði gæjar þegar við kynnum bara heiminn fyrir þessu gæjum Þannig að ég segi sendu bara semju við á Ice Guys fara út næst Það er allavega gott partí Þetta grínast Þá getur Þá getur Messi bannir farið út með og kamerunnar og tekið upp epíst sjónvarsefni Takk En þeir eru komin að býta í sig að Eurovision sé ekki töff og eitthvað Eurovision ekki töff, Eurovision bara gaman Það er bara gaman, ég sammála testa þarna Ávegt er töff Nei, bara gaman það er bara skemmtilegt, þetta er partí Þetta er bara partí, þú hérst nú Ég veit þeir eru að hlusta Þú byrst 500 manns í Sjálandi á 43 ára ammali og því að hitta á Eurovision Já, og sýndir Eurovision Já, sko Og við varum tveir þykkir á Karaja Ég var með aðlegun á Tjatsja, sko Já, ég líka Það var núðlur hjá mér í síðan það koncept var, sko En þá að borga pottunum sem kolpseldunum, sko Og eftir pottaskellin, sko Það var nýbúin að klára upp á síðustu greiðstunum Væntanlega búin að borga pottarskellin og áttaði á því, sko það var nú bara frétt daginn það, sko, hvað teflonpönnu væri óallar og fólk hætti að veri Kona mér tók að ræða á mig daginn og fór að geta ykkur stálpönnu, líf mig heyra Nákvæmlega, ég væntanlega að bjarga teflon í 30 ár Þetta eru stálpönnur sem við erum með Já, ég er líklega búin að lengja lífið til svona 5 ár Ekki nema 1,1 M út með álöfuru stálpönn Er það eitthvað við 5 ár? Auka extension og lífið til 5 ár En mér finnst aðgerðin svo áhugaverð Þú varst að leiðin í matabóti kolp og svo bara varstu straujaður 1,5 eftir 2 klukkutíma Það finnst það saga sem ég heyrt Það sagði mér ekki að ég var að reyna kynningu Bauð mig bara í diner Já, líka og ekki glemja, hann tók þetta á raðgreislum sko Raðgreislum var svo 7-8 ár Nefndi nú að gæti verið kona sem myndi líta við og svona, þú veist Nei, þú sagði það ekki Gæti verið Hann er ekkert að rántúlka það í allar átti sko Þú sagði bara Gilsi, dinner Ekki dinner Ég sagði bara, fuck do I say Og hann fór með skotti fullt af pottum og pönnum Ég mætti og lappaði út Rændur Og núna 5 Bara gjaldþrota 5 árum búin að lengja lífið til 5 ár Það er bara svolítið Eina sem er pirrandi þessar stálpönnur að þú gerir egg í þeim þá festastu við botn Það er annoying Nei, ég með trikk Hverjum ekki saman, skafðu bara ekkið Það kostar 1,5 miljón Fáðu þið bara auka eggfáð Við verðum að halda áfram að Jesus Christ maður Ég er alltaf ekki að elda til Við erum að fara í þekkið ekki eftir smástund Jesus Topp tónlistarstöðin FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957 RG, Gilsi, Tett og Kolb maðurinn hér til klukkan 6 og það er komið að því að fara í þekkið ekki en nú erum við 4 Gilsari Ég ætla algjörlega að vera bara stjórnandinn og við ætlum að komast að því hvor þekkir konan betur Kolb eða Tett Það ekki Sko, það er bara borðleggjandi eins og ég oft sagt þessi liður sígur þegar þú ert að taka þátt í honum það er mjög gaman að stjórna því að þá átt ekki að gera neitt en nú er Kolb og Geirdal komin í vesen Við erum head to head hvor þekkir betur Þið þekkir hann að freka vel Það kemur ljós Má ég veit eitt Hver samt í spurningarnar? Ég og Gilsi gerða saman en aðalega ég Þetta er 75-25 Ég og eina spurningu hann á 3 En hver af ykkur vil býða úti og fá ykkur sík og prenta honum? Ég skal bara býða úti Banna að fara í síman á vísi og hlusta þáttinn live Það er ekki, hann er ekki það ruglaður Maður veit það ekki, hann er keppnismæður Ég er með Tett í fótbolta sko Hann ger allt til þess að vinna sko Þannig að Kolbar er mjög einfalt Þú svara bara, hreinskilið Og þegar ég var skammaður sín tíma Þegar ég ákveða að fara í trúðin hana Að fara ekki í trúðin, þú bara svarar Og þú er bara komið að Geirdal að giska Þú veist til dæmis fyrst spurningin sem er skalum 1-10 Svona þitt faglega mat Hversu góður útastmaður varst þú F957? Þetta ég?
Já, þú Ekki hann Nei, ekki hann, alls ekki hann sko. Ok, sko Að þínu mati Sko út að meta þetta Sko hvenær bara á maður topp píka á FM eða því ég var að byrja til Ég takk það bara Nei, bara allt inn allt saman. Ein heildartala Bara ein heildartala Sko á 1-10 Ef að tett giskar á tölulegin og bara punkt Sko allir hafi ekki Og þú voru samt að segja satt og rétt frá Ég held að það verið frábær Ég held að ég verið 10 Það er rosalegt Já, ég veit að veist Ég var frábær Ég er eftir bara röddinn í dag sko Þú ert FM röddinn Já 10 Það er alveg svar Já, ég meina sko Það sem ég hati Ég sé 5 Nei, 10 Já, bara 10 10 Ok Hvað ætlar að vera þegar þú verið stór Já krakki Já, þegar Kolbjörn var 8 ára Hvað ætlar hann að verða? Já, sko Fireman Nei, ég ætla ekki að vera fireman sko Ég ætla að vera Baðvörður. Má vera tvennt eða bara einn hlutur hvernig getur við Nei, þú veist, þú voru að velja Þú veltast einum bara Ég getur sagt nokkuð hluti Ef það hittur eitthvað að þeim og það er stemning við sko, það var pæling mér langa að vera prestur Já, sér Ásgeir það er svolítið Séra Kolb Já, það var ég búin að vera Pestur Já, það var pæling sko og síðan ætlaði að vera læknir því að sko það er svona 300 Ég læknar var í til að fjölskyldunni Kolbjörn jarða mig Það var rosalegt sko Já, læknir og prestur Já, læknir og prestur Þetta var Þú svona er rosalega læknir sko. Gett líka verið rosalega læknir, já, við kynna það Svo nettur þið sko, hókstu bara hell í því staðina Og það er bara að vera læknisfræðina Það bara ákvað það myndi ekki í ganga sko. Þannig að ég sko Það sé góð ég og gleru og hell í sig sko læknir held ég hafi verið svona sko ofan á það því að enga líkur og tett get ekki skáð það sko. Þegar varst krakki, nei ekki fræðilega, hann er ekki verið að punkta hana Læknir Ok, í hvaða íþrótt sem þú hefur prófað eitthvað til mann sigurðu mest í sko, þetta er mjög öðvöld Þú séu sjúir heldur mörgum Nei, ég er eiginlega frábær í sko öllunum og fótbolta Ég held ég sjúi þar Sko reyndar hefði ég mögulega getið orðið frábært markmaður því að ég náttúrulega, þú veist, 1.93 og hefði ég getið verið svona kónguló í markinu Þetta er góð punktur Hannes til dæmis, hann er hávaxinn frábær markmaður Þið getið ímynda mér að þú kemur út á fótbolta og þetta sé horror Já, sko, ég bara er ekki góður í fótbolta og það skulum bara alveg setja punkt þar við, sko Aldrei verið góður í fótbolta og aldrei haft neitt sérlega áhuga á því að vera, þú veist En þú hefur prófað? Já, ég hef alveg prófað sem krakki og alltaf bara væntanlega laður einalti út af þér sko það er lélugur sko ég er ömulugur í fótbolta sko mjög lengi að ná bara sparka innan fótar eða eitthvað sko var mjög lélugur í því þannig að hérna ég er heldur góður í mörgur sko Og fjórða Nú Hvað er versti líkansparturinn á þér þínu mati? Hæ? Það sé beint, já, akkur hlær þú? Richie á þessa Versti Já, svona, þú veist, hvað svona Hvað, þú veist, bara svo útskerið, þú veist Já, ég veit Þú lítur mjög vel út Kolbari, sko En ég minna langar að vera með betri bicep eða betra raskat eða, þú veist, læri Nei, sko, já Betra raskat Betra Ég myndi að gott að þú geta bæðum betri raskat og betri bicep Já, reyndar, sko En svona, hvað langar að ég get gert betur hana? Sko, ég er náttúrulega, þar sem ég er 1.93 á hæð og ég er 60-40 sko fætur Þú veist, síðan getur við verið með öfugt sko, það er einn hérna, þú veist, eins og Logi Bergmann til dæmis, hann er svona 60-40 búkur Með pingur alltaf lappir Já, sko, minni lappir heldur en sko, þannig að hann samsvarar sér, þú svona heldur einhvern veginn, það sé ekki svona hávaxinn, síðan er Logi náttúrulega verið bara jafn hávaxinn til dæmis, sko Pingur alltaf lappir? Já, bara, þú veist, stýttir lappir, lengri búkur og ég er síðan, þú veist, bara 60% lappir og þú veist, þannig að ég, sko, fætur er eitthvað sem ég myndi vilja stækka Ég myndi verið stærri fætur Þannig að fætur bara, veist, Já, bara, þú veist, læri, kálvar En myndur þú vilja hérna, já, bara, þú veist, út ósáttu, stærðinni fína með lengdin, út bara að breyka Já, bara þykja Að þykja lappirnar Þykja, já Bara lappir Bara massari læri Massari raskat og kálvað þegar Ég sagði það ekki en takk fyrir það og getur, veist Það er bara lappir sem hann ekki sko En hvað var svarið með hana íþróttina áður og ferði út í síkubásu? Fótbolti Já, sík í fótbolta Drullar út Náði í Tatman Það tók ekki svo langa tíma Nei Getur við til dæra snöggi með Já, þá líka bara vera eins og Tat segir Það þarf að þurrka allir börðum á stólum Tempo Innbrast Hérna kemur hann Jón Gunnar Gerdal Horny Tatman Sko áður en þið hérna berjist saman félagarnir Byrjum að byrja að spyrja þig Þitt faglega mat, skala 1-10 Hversu góður útastmaður var Horny Tatman á FM
Að hans mati Þitt mat Að mínu mati Já Það ekki bara solid 8 eða eitthvað Shit Ég var ekki Og aftur bara þessi punktur hana Því ég var ekkert bestur í loftun eitthvað Nei Alls ekki Mér varst alveg gaman Ég bara betra blandan alveg kvöldin Og einhvern veginn að leysa af í alls konar sko Ég var alltaf meira eitthvað að skottast í kringum þetta Svona bak við tjöldin Bak við tjöldin og mér líður vel í skuggunum sko Já Þú er búin að vera þar í 30 ár Það smíði alls konar kjaftaði bak við tjöldin Í Ameríku heitir þetta spindoktor sko Svona alls konar einhvað 8 Fixer Ég held að Kolb geti giskað 8 Vesin hana, ég ætla að segja 8 Já, ég ætla að segja 8 Hvað ætlar að vera, þú veist Tiny Little Bald Baby Hvað ætlar að vera stór? Fyrst er ekki bald baby En takk samt Ég ætlaði að verða Ég ætlaði bara eins og allir krakka sem spörku ykkur bolta í veg sko. Ég ætlaði bara að ræða maður fótbolta Það er rosa Það hefur líka bara voru ekki þar Skapið var Þú þar ert samt förðu segur í Nei, ég meina sorry, Ég sé þig í bolta Það er vel reyður þar Jó, Tetti nú saman í fótbolta Það er ekki gær Já, akkurat Fyrir Þú var í gær Fyrir dag Jón Gunnar er með besta hægri fótinn í þessum bolta Og ég er með besta vinstra fótinn En ef ég er á móti Jón Gunnar Ekki gleyma því, Rikki er ennþá örfættur Ekki ætla þá ekki bara að vera atvinnumæður Nei, ég bara Nei, ég var fyrst alveg A, ekki nógu teknískur B, ekki nógu fljótur Og C, bara ekki nógu gáðaður Ég safnaði gulum spjöldum bara ég veit ekki hvað sko Það er út að þú ert í vandræðum út með anger problem Já, ég var með það Einn þjálfari sagði ég held ég er 14-15 ára lasiði mér Fótboltamenn eru ekki einhverjir kjarnisfræðingar sko Nei, hann sagði bara hann lasiði mér bara 14-15 ára bara hörðu, ef þú getur spilað með kjaftunum þá eru atvinnumar 100% Það er gott róð sko Þannig að ég vildi vera professional Já, svo vildi ég vera alls konar bara vera kokkur þetta en mér dreymdi mig að vera fótboltamaður Ég myndi að fara Laugardalsvöll og síðan vera tilkynna liðin Jón Gunnar Geirdal, það var rosalegt Ég hugga mig bara það síni mín eru miklu betri en ég og munum vonandi einhvern tímann vera þar Geirdal gæti dottið inn Já, þeir eru miljónsinu betri en ég En í hvað íþrótt, þú prófa margar horny tatmen Hvaða íþrótt sígur mest í? Sem þú hefur prófað Eiginlega neyddur í 5 leikar Það meina ég bara svona Fórst í 5 leika? Nei, ég ætla að fór ekki í 5 leika Þú fór ekki svona eitthvað Ekki segja liður, sko, þá kappnar kona mín Það er bara svo að beigja í átstöng Ég fór í síðan hotjóka Það er bara ekki hægt að beigja mig, sko Ég get teikt í 40 ár Veist, ég get teikt í svona 45 ár, sko Ég er bara að beina að fara úr hotjókan Það er ekkert sen sem getur bjargað mér, sko Svo það verið 70 steg hittin í hotjóka þá myndi ég ekki beigja, sko Þannig að þá meina ég bara eitthvað grunnskóla 5-leika sem að ég hataði Ég get farið í kollnís og búið Það er einu sem ég gat sko 5 leikar En ef þú meina sko eitthvað sem ég æft Ég basically æfði fótbolta Svo fór ég hvað breakdance námskeið og eina handboltaðingu 5 leikar sem geggjast var Og gefum Kolbarn það, ef hann segir hotjóka þá gefum hann punkt líka Sögstar líka sko Og það er satt að hætta að mæta sko Ég hef aldrei hittu það, ég vinn í gimmi sko Fólk má mæta svo að vill sko Gleymi aldrei Fór í hotjókæsni í 90 minna tíma sem er versta hugmynd í heima því ég svitna við að snúma mér í hring sko Já, það er bara fótboltaleikur Eftir svona klukkutíma var ég bara að deyja reif mig úr og ofan bara því ég var næstu að vera meðvundarlaus sko Jésús, eini gæði sem ber ofan Svo var ég að reyna að beigja játtstöngina sko Hörðu, það var eins og eitthvað stæði fyrir ofan mig með sturtuhaus á fullu Ég svitnaði svo mikið sko Ég á bara ekki breyk Þú hættir Varst ekki eini gæði þessu tíma? Jú Eini gæði búin að rífa það úr Hvað allar fólk er að haldi það þessu tíma? Já, mér var alveg svo sama, ég var svo gjössamlega sigraði sko Ég var alveg við búin Og hvað er þinn versti líkanspartur á þér? Svona þitt faglega mat þar Mitt faglega mat Hvað væru til að vera með betra? Og mér geggja andlit, ég geði það Takk Hann er með ágætis byssur líka Já, það er líka vel flúraðar byssur sko Hann er með ermi Já, ég samt setjum það móti fjárþjálfarinu mínu sem gaf mér tvist eftir 12 mánuði í fjárþjálfun sem ég versta auðlýsing ever fyrir fjárþjálfun og trúðin sko bara farið á easy.is og ekki byrja að æfa Ég var þar sko Það er hérna Og komið að sími þá Já, aðeins Tær Ef ég hugsa bara um Þetta er ógæst að tæra Þetta er með blöðtær Þú tættar á blöð Kónum minnst það er ekki heitandi aðalega bara því að Má sjá það þetta Nei, rólegu sko Já, ég sko, tættar á blöð Það er, þetta sé svoleiðist tær Þetta er meira svona neglur og drasta Þetta var að stíga mann í fótboltra manna Þetta er ógeðslegt sko Inn með kóldrast Kóldrast! Já Inn
Rólegt og rómatist, inn. Hvað, hún er síman. Nú er komið að því. Herru, nú þurfum að fá tölur. Ég held að þetta verði 0 eða 0-1 sigur. Ég ætla að byrja bara á Tatman. Já. Mjög líklega sko, þetta voru fáránlega sko. Hollywood Tatman. Við spurðum Kolbaran, ég og Richie, að alltaf gefa sér 0-1-10. Hvað er svo góður útastmaður hann var. Hvað sagði Kolbaran? Hvað gaf hann sér í einhvern? 10. Hvað sagði hann? Shit, það er jæfn og Úlfurinn! Jónurinn er gæmdum! Ok, ég ætla að fá rök. Hvernig vissur þetta? Af því að hann veit ég var frábær útvarpsmaður, ekki flókið? Já, og útvarpsmenn eru ástögnir af sjálfum sér, narsisískir og sjálfseskir í alla peningin. Ásgeir Kolbeinsson er búin að ástögin af sjálfum sér síðan 92. Þetta var, hann sagði 10 eftir, hann hugsaði sig svo sekundu. Halva sekundu. Já, ok, Kolbari. Pressures on, motherfucker. Nei, 10. Þú er búin að svara? 10. Hæ? Geirdal var svona hóvar. 8. Hann var maðurinn á bakvið tjöldin frekar. Já, sko, gott úr skildi samt segja þetta sjálfur því ég ætlaði einmitt að nefna það, mér fannst þau verið aldrei verið betri en 8. Það var svona, þú veist, það vandaði þess að upp á þér en ég er 10. Já, ég Kolba 10. Kolbarinn er strax að treyla. Hann er komin í brekku strax. Helvíti. En nú ætlum ég að spyrja þig, menn í Kolbs. Já, ok, þú tar náður í bjór. Náðu þú bara bjór, Kolbari? Já. Og þetta er vinalegt útvarp. Startu bara náður í bjór, ég spyr núna að Geirdal aftur. Þetta er vinalegt útvarp. Náðu þér í bjór. Og málega, í stæðan fyrir að maður gefa eitthvað merki hérna, má ég ná mér í bjór. Startu bara náður í bjór, þetta er flókið. 10 engum. Hollywood Tatman. Ég spurði Kolbaran hvað ætlar að vera þegar hann er stór. Hvað ætlaði Kolfáður að vera þegar hann stór? The pressure's on. Þetta er alvöru trikki sko. Motherfucker. Út 1-0 yfir. Ekki láta fólk Það er engin pressa samt á Tatman. Hvað langaði Kolb að verða þegar hann yrði stór? Veist, þetta er late 80s. Kolb er að dreyma framtíðina. Já. Sá ekki fyrir sér að verða entrepreneur og legendary útvarpsmaður með þykkt hár. Herðu, sá það ekki fyrir sig þá, ég lofa því. Hvað langaði Kolb? Herðu, ég ætla að segja bara að taka wild guess. Slökkviliðsmaður. Það hefur verið geggjað að vera komið í 2. Maður fólksins vill hjálpa. Það hefur ekki rétt að vera sagt prestur eða læknir. Prestur eða læknir? Hvað sér að Kolb? Já, frábært. Dr. Kolb. Ég hefði gift þig og Fjólu til dæmis. Það hefði verið frábært. Þetta hefur verið rosalegt sko. Það hefði verið svakalegt sko. Hvað prestu að fá? Já, sér að Kolb. Bara svakalegt. Ég hugsa bara að ég fekk nýrnast inn að síðasta voru. Ég farið inn á bráðamóttöku og Kolb hefði tekið á mótum og herru, ég er góður, ég tek íbúfenn sko. Já, ég tek bara íbúfenn og næði þetta sjálfur. Já, bara svo það er. En Kolfather, hvað ætlaði Tatman það var að tiny little bald baby að vera? Sko, Akkur er ég sköllóttball? Tiny little bald baby, sko. Málið það að sko, Tatman er frábær, veist, og allt sem hann hefur gert í gegnum tíðina er frábært. Rosalega ekki, en takksamt. Hann er að hrósa þær áður að niðurlægin. Samlokað fyrir inn í hrifin að henni. Nei, ég meina, þú veist, það hann hefur gert í gegnum tíðina er bara frábært. Það flutt inn alls konar fólk, skemmti krafta, tekið þátt í, þú veist, sjónvarpsþáttum. Svo margt sem hann hefur gert sem er bara svo frábært. Þannig að og þá hugsa maður svona aftur í tíman, ok, ef þú setur markmið til að byrja með hvað ég ætla að verða og það tekst allt saman eins og virðist vera hjá Tatman. Þá einhvern veginn held ég að hann hljóta að hafa sett sér það markmið þegar hann var lítill að verða tattúrar, sköllóttur og reiður. Og graður. En er það var ég bara 12 ára í dýraniskóla að hugsa það? Ég held það. Ég hef aldrei séð tattoo sko. Þetta ekki að reyna að vinna samt. Nei, sko, ég er að velta þessu fyrir mig. Finnst þið líklegt þannig að sagt það? Já, ég sko Ég er bara 12 ára upp á heiði. Sko, kannski ekki 12 ára í dýrnaskóla. Ég ætla að vera sköllóttur, reiður og Ég er gulli í markinu og Jónsi Ljós upp á topp. Og ég sagði þetta. En Kolbari, ég verð að kalla þetta standard. Reyndu nú svona, þú veist. Já, ok, fannst þetta gæti þetta er ekki að profession. Nei, ég veit ég er að tala um eitthvað svo var greitt fyrir. Já, greitt, já, ok. Já, fyrirgjöðu, já, kannski, ok, já. Þá myndi ég henda í, sko, þetta er trikki. Og þetta jafnir og þar punkt. Ég sá þið verið með sér slökkviliðsmann. Já. Þú veist ekki að lækna fólk.
Eða gifta það Prestur sko Sko, að því að máli, þetta er alltaf þetta er sko líkurnar á að sko, þetta er svo viking að vinna í vikingalottónu sko, þannig að sko, að því mann langar allan fjandan 12 ára sko, ég kynnist honum þá var hann með, sko, þá er hann inn í svona skemmtana bransa, finnst það gaman finnst gaman er í útvarpinu, finnst gaman er með fólki ætla ekki að gera neitt að segja 12 ára sko Nei, ok, ekki neitt það var svona góð hjálp já, reyndar, sorry þannig að hérna sko þú hefur örugglega ætlað að þetta er ekki seðlabankin, svara ég gæti hann alveg trúa sko, þú slóst mér svolítið út af læginu það er bara 4 trúðar í útvarpi sko sko ég held að hljótir samt að hafa sko verið með einhver svona háleitt markmið sko Mjög? þú ætlar að verða þú ætlar mjög sko Gaf þér vísbendingu? ætlar bara að verða forstjóri já, þú ætlar að verða forstjóri í einhverju fyrirtæki Rátt Atvinnum maður í fótbolta bang hæ? það gekk ekki, þú tókst ekki eftir ég veist, hæ? Já, það var þú varst að hækka stýrivexti þannig já, takk Já, sko Já. Nú ætla ég bara að fara aftur á menn og minni Kolbs já Kolbari, við spurðum Tettner hvað íþrótt hann sígur mest í já, En alltaf hann er íþrótta Sko hann er segur Hann tekur góðar æfingar og Leikar 10 km undir 40 mínútum. Ég ætla bara að þegja fer langt á frekjunni 10 km undir 39 Ég ætla bara að þegja og segja hérna, og þú búið að svara hvað sígur hann í já, sko Ég þarf punkt já, ég þarf punkt Það er þarna, 1-0 fyrir Tettner ég er að fara að sigla svo heim sko Síðasta. já, það gæti alltaf mögulega já, Síðasti séns. þetta er síðasti séns sko Já, svo sko, þú er hann er mjög öflugur í hlaupi og eiga það sko og nær það er Góð staminu ha? ég fer bara langt á frekjunni sko Staminu og hausinn Með 10 km undir 40 Það er tempo Það er alveg það tempo er bretti á 16 bretti á 16 Já, í 39 mínútur. Kolbari geti ekki bretti á 16 í eina sek af hverju ætti maður að taka bretti á 16 í 39 mínútur og ég með sér að horfa á ringin sem ég tók þetta á hérna í Laugardalnum sko það er að því Pakkaði saman. það er að Og því svo er hann satt í engu standi Samt tekur undir 40 enga þjálfarinn minn bara einhver standi það er sko hann er segur í fótbolta sko hann var hans draumur þannig að hann var segur í fótbolta í mann og sín tíma hann var helviti já og svona tók á því þar hann er fínn í því hann er Kolbari þurru svar. sko þú búin að í 4 daga að svara allar íþróttir sko sem að Ég er gaman að hvað er hægur krefjast svona einhver liðleika og eitthvað er hann líka lélugur í hann er og feitur í það sko og gaman að ég útarpið vinni sinni þannig að sko já, sko, ég er að hugsa og tala á saman tíma sko, sem er hættulegt fyrir okkur við erum útvarsmenn við fórum ekki í háskóla lélugur líklega í tennis, veggtennis liftingum, ekkert spes í því ég hef aldrei verið spurður að hvað ég teki bekk öllum drull körfubolta, lélugur í sundi lélugur í frjálsum Kolbari, getur þú komið loka svar ég er bara að hugsa þú er bara að telja upp allar íþróttir nei, ég var að hrósa það hann var frábær í hlaupi og fótbolta þannig að sko, þannig að lokasvar er örgulega lélugur í hérna, já sko Hvað er þetta að falla í myndavel? ég er bara búin að eldast er ég búin að vera hérna í viku Svaraðu spurning. já, sko þetta er ekki svo létt sko Nei, þetta er nefnilega Mér liggur ekkert á persónulega sko ég er að velta steinum hérna eins og heim sko, ég er svona að pæla í þessu það er sko ekkert eðla gott útvarp já, sko Velta í essunni sko. Þessi þáttu verið 3 tíma já, sko, þú veist, ef út að hlaupa í fótbolta hátu líklega öðrum, sko, þetta er sko, það, ég hef aldrei séð því í gymmi þannig að, sko, ég held að sko, en það er náttúrulega ekki íþrótt þannig að, sko Þetta er svo Sigmundur Davíð í vindristættinum sko. segðu spera fyrst að enga þjálfarinn á það já, ég hef aldrei séð því í sundi ég held að þú geti drukkna mögulega í sundlöf mögulega, ég er ekki alveg slæmur og blöð en samt næstu Ég þarf að loka svar á því sund Þú varst með þetta aðan, 5 leikar Þú varst að tala um að ekki liður og varst með svar
talar þinn og eitthvað annað svar. Ég geggjaður í Koltnís, restin ónýtt. Það er ekki með 5 leikur. Geggjaður í koll. Það er ein eftir. Sko, Hann veit svarið við því. Kolb, þú gæti fengið X en þú ert aldrei að vinna þetta. Það byrja bara á. Þú ekki leifa Tatta svara Kolb. Við erum búin í 2 daga með Kolba svara. Það er ekki að leifa Tatta svara hvað Kolbarinn Við sigur í spurðum Kolbaran hvað hans vesti líka spartu væri. Nei, allar ekki að segja íþrótt. Já, við ekki að leifa hann að svara íþróttunum þú ert eftir það, Ég skal taka bara við sem dagskálið Hörðu, hvað er íþróttuna? Byrjum á því, áður fyrir mitt Fótbolta. Ding, 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 ding Hörðu, Það er 2-0. hann svaraði á 2 sekundum og hann eldi það. Aldrei séð hana eins, sko. Og ég er kláður að spurningu sem að byrja á vesti líka spartur Kolb. Versti. Og bæðið búin að vinna, það er ekki pressuðarleikur. Já. Og búin Ég er að búinn vinna að þetta. sigla þessu heim. Já, þetta er bara Versti líkansparturinn á Kolb. Þetta er trikki sko. Já, samt ekki, sko. Þú ert búin að sigla þessu, þetta er bara svona. Já. Þú getur niðurlagt hann. Þykkt hár, sexy. Wow maður. Ég það bara skotið í loftið. Fótleikir. Rétt. Ertu bara. Það er snill. Hvað er í gangi hérna? Þú þekkir. Hvað er í gangi? Þú þekkir Geirdal ekki neitt. Nei, jésús minn. En nú getur þú bara ná 1 punkt Kolbari. Hvað er besti líkaspatturinn á The Tatman? 3-0. Það væri gott að 3-1. 3-1 var aðeins Hefur einhver unnið 3-0 í þessu? Nei, líka þú veist, og það voru erfiða fyrirfram. Erfiða spurning. Mjög erfitt. Ég bjósti 0-0, 0-1. Ég pakka þessu saman. Sko, mér finnst Jón Gunnar samsvara sér mjög vel að öllu leiti nema kannski það, hann sé þykkur miðjuna. Þú veist, annars hann sko bara Ég endur þegar þetta er útvarp með vinum. flotta handleiki, hann að hlaupa hann með ras, allt þetta, þannig ég held að hljóta að vera bara Hlustendur góður, ég er með ras. Útvarp með vin. Þetta er útvarp með vin. Ég er bara svo út á Ísland.is þetta er på sviði. Það sagði tær. Það hlýtur að Mæi. Þú fegst ekki 1 punkt Kolbari, tær. Hvað sagði hann? Tær? Það er með hrikalega tær sko. Hrikalega tær sko. Já. Hörðu, Geirdal, þú vannst 3-0. Það hefur aldrei unnist 3-0. Og þetta er mesta niðurlæging sem ég séð í þekki eða ekki. Vá, takk fyrir að þekki mig. Jón Gunnar til hamingju. Ég hef aldrei vitað hana eins. Kolbari skammastiðin. Já, ég FM 957 Það er hárrétt fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og áfram höldu við drengirnir. Það er eftir meðalana spurningakeppnin þar sem að þeim er King of Entertainment eða King of þú blandar þessu eitthvað. Já, Mýri eða Entertainment. Það skiptir engum máli hverju Ísei blandar þetta. Spurningarna verður alltaf svolítið litar að því að ertu ennþá sköllóttur og ertu ennþá þetta og þetta hitt sko. Þetta er rosa auðvelt að sjá gegnum þetta. Herðu, við erum búin að tölum svo lengi í hérna þekkið ekki, ég ætla bara að fara með ykkur í stutt. Já, ok. Hvort myndir frekar semi-hardcore? Alltaf semi-hardcore. Það er aldrei semi því að Richard er veikur. Hvað er margir að taka þátt í þessu? Þið 3. Allir, ok. Þetta er bara mjög vel. Frekar semi-hardcore. Bara semi-hardcore. Svarið allir. Og þetta eru 2 vonlösa kostir. En þið eru bara að velja þann skárið að ykkar mati. Já, einfalt. Herru, byrjum þetta nú bara þægilega. Hvort myndið frekar þurfa að gefa upp alla samfélagsmiðla frá og með núna. Gilsi geta aldrei sæna sinna á Messenger eða geta aldrei kíkt á Twitter í boltan bara öll mín samskipti eru þar. Akkurat. Sama hér, Messenger. Já, bara gefa upp það bara saman. Leggja svo öllu. Eða borða sömu máltíðina for the rest of your life. Já. Hver væri máltíðin samt sko? Mætti maður ráða því? Þú velur hana. Sko, nautasteik bara og Getur þú borða hana á hverjum einasta degi bara fyrir á degi 6 orðið þreytt sko. Gæti fengi steik og raut alla daga sko. En já, ég gæti alla daga en kannski ekki öll mál alla daga alltaf. Þú ætlar að lifa í 40 ári viðbót Kolbari. Já, en á móti kemur að þú veist ef þú ert búin að kippa þér Messenger og öllum samskiptamilum. Já, sko SMS líka. Þú ert alltaf að fara óþólandi gæi þessi hringir. Nákvæmlega, þú getur haldið SMS-in inni. Ég tek það ekki sem samfélagsmiðl. Og þú ert alltaf með tölvunum fram að þig. Það er þetta spjallaði fólk. Og ég er eins og Gilsi sko, ég er bara 99% mínu samskipti með Messenger. Bara ég vinnu verkefni allt saman. Hvernig verður bara að hitta fólk hérna? Já, ég hitti fólk. Það er ekki að lægi með ykkur eða? Ef ég væri alltaf að hitta fólk eða ringja þá væri ég bara ekki að gera neitt. Þú mátt ringja, þú mátt senda SMS. Já. Þannig að sko já, ég veit að Kolbari, þetta er bara drep og líka á Instagram, ég er að creator sko.
Og ég það ekki að sæna Og það bara ekki að sæna mig aftur á Instagram Fjárþjálfari, fyllibitta og trúður í útarpi Já, basically það sem að Þú er mikil creator og ég með þitt hár rosalega fínt að þú myndir ákvæða á þessu Birgitta Líf, slaka á Ég ætla að ég geta ekki fræður í helvíti Ekki upp samskiptamillunar sko. Þannig að sama hver var í máltíð Hvað ætlar þá að geta? Það eina sem ég er að hugsa Hvað Og ekki segja Guðmundssonar kjúklingabringur og hrísgrjón Ég er að hugsa Sko með steikina Ég held að það er rétt sem að Horny Tatman sagði Þú verður Hún elskar allir steik Það er svo ekki leiður, þú getur verið með T-bone, þú getur verið með ribeye, þú getur verið með laud, nautalund Það er ekki sama máltíð Já, veist bara mistu elding Já, skiljur, þú mátt alveg fá ribeye og nautalund Það ekki, þetta er bara naut Þetta er naut Sami maturinn Sama máltíð Naut er naut Bara kjötbólur alltaf Þetta er minn leikur Eða þú ætlar að elda ribeye einu sinni Þú ætlar að elda for the rest of your life Já, þetta er semi-hardcore Ég held ég færi í laxinn Ói, Jésús sorry Egil Þú erum að Skeist þarna sko Nei, ég elskar lax Gilsar eru búin að lappa út á Altanesfjörðu Ég held að þú getur alltaf hendið í lax Ég maður að Jói er í laxakúrnum eina viku, munið til því það? Hver? Jói, hérna vinnur okkar gamle FM nýlíkur Borða lax í öll mál í viku Hann lyktaði bara svo lax Í viku Og hvað er þetta niður? Hann kom með hreistur Já, svo bara byrja hann að tróða í sig á degi 8 sko Já, gæst left honum í sundlög En þú ert ekki verið lax oft á dag Mér finnst lax, já, mér finnst hann góður Já, ég finnst þetta góður En Tatman, þú þarft að velja Þú þarft að velja eitthvað Hvað þarf þú að velja? Hamburgara? Nei, ég myndi bara burt með þetta samfélagsmiðla drasl og ég hringi í SMS Ég er bara leiðilega einn, sorry Ég fyrir það Það er enginn að svara Þú mátt borða lax í fyrramálið Já, þú ert að fara að borða lax í fyrramálið Og í hátteginu Og í seinnipartiðin Ég er ekki bara síng Gilsar lifir ekki út árið sko Gilsari, ætlar að koma í mat í hátteginu? Já, lax Nei, ætlum í steik og raut Flesti staðir eru með lax sko Já, og bara allstar Ég elskar lax, don't get me wrong Öll mál, nei Þú fer á Mirador á Tenerife og langar geðu þetta að fá rækjurnar í forrétt En ég get verið á Messenger með rauðvin Já, vissulega Hvað er að gera því? Ég var að byrja út erlendis og gott að taka upp síman spjallaði félagina þar hvað að taka upp síman Ég skil alveg prótist ekki sko því að öll samskiptin En ég meina það er samt ekkert mál fyrir Gilsa að borða sem er máltíðina því ég farið með honum til tenni 14 dagi röð þá var Mirador hverjum einasta degi og hann panta alltaf að sama Já, nei, hann vill steikstundum lagstundum Þetta er alltaf hako, semi-hako Hvað er næst í þessu helvíti? Ertu búin að velja? Já, ég valdi lax Þetta var óvinni mjúkt með semi-hako Ég segi ekki verið ekki með rassaspurning ég lofaði því sko Þetta er ekki ég sko Herði, já, næsta Hvort myndið fyrir ekki að drengir vakna allt í hennu fyrir framan að minnstakosti 10 ættmenni kviknaktir eða labba inn í stofu og öll 10 ættmennin væri kviknakin Þetta er dettur þetta í hug Bara, þú veist, þetta er svo vikt eitthvað Hann er bara að sjá sjálfan sig fyrir sér í þessu Já, sko, segðu mér að það er dreymt þetta Nei, með frjóan haus Já, ég myndi alltaf velja lappin í herbyggið og 10, eða það ekki Jó, máttu handpikka einhver 60 frændi og 70 frænga bara öll nakina Ég er ekki að berða þessari frá fólk sko Máttu handpikka ættingja? Nei, þetta er bara handháðu Ég að segja bara valið Helmut Tom allar frængu minna og Partiella og Það er að velja Ég veist, þá er þetta ekki verið en dversin Er ég veikur? Varst að nefna ykkur að frængun til að sjá nakta eða? Er það að segja ég sé veikur? Þetta er misstægilegt sko, þetta er hvað ættingar þetta er sko Ég myndi velja stemningsfólkið Eyjaleg, ég er mikið ættingum með eyjum En maður er meira stemningsmaður en maður er nakin Það liðir bara alltaf það Ester og Einar sitja hérna í stofunni kviknakin, það er það sem átt að ganga inn á það er það sem gerir þetta erfiðar sko. Kviknakin og snúa sér við Ég myndi alltaf velja lappin í herbyggi og skilbinni ég vakna allt í hennu nakin Nú mamma þín í dag, Ásgeir 80 ára gömul óskum með til hamingjum í dag Náttúrulega í dag til hamingjum Mamma Kolb 13. september til hamingjum og það er stóramæli og okkur er búið á morgun félagunum með þetta að mæta og þú ert hér að þú ætlar að lappin í stofu og hún er allsber sko þetta er cirka 20 manns á morgun þannig að við erum að ganga inn á morgun ég og
og þú og það er bara, fyrir mér er þetta, það er Gurri og Kristín Frænka og það eru allir sem eru hérna kviknaktir. Já, hvað ætlar að velja þetta? Ég myndi segja bara, veist, er ekki læti bóðið eða? Veist, ég myndi bara fara í það. Það er gott. Já, Telma Frænka er nakin. Það lappin á penisnum mökkaður. Nei, ég er ekki að fara að gera það. Það snúa því við? Já, ég verð að snúa við, sko. Það væri verra samt. Riki, þóngis, þessi er ekki semi-hag, þetta er hag. Þetta þá skýra þá út að þú lappir inn á penisnum bara, skilur allir í fötum. Ég veit allir út blöytur, skilur. Það er náttúrulega ekki útskýring á bakvið. Veit allir. Þetta er allir skilning við því, skilur, og færðir aðeins. Og hvað er það? Ok, segjum á allt í ráðarinn í herbyggin nakin. Já, ég er með skilning á, þetta er kólk. Segjum á gangir hérna inn, Richard, í þessum veika hausþínum, sko, getur gengið bara inn og aftur beint út eða hvernig virkast það? Nei, þú ert bara að vera í herbergin í dágóðan tíma. Það er þetta verra. Í dágóðan tíma? Hvað meinar? Bara eitthvað að spjalla, bara stöndum að kvikna? Ég það svar. Já, ég ætla að velja hérna 10 ættmenni nakin. Já. Alltaf. Svo bara í bókatíma og sálfræðing eftir það, skilur. Ég get ekki inn í herbyggi bara í klukkutíma nakin með einhverju skildfólki, sko. Nei, það gengur ekki. Það er mjög vont, sko. Við höldum áfram. Er meira? Já. Hvort myndið þið frekar að konan ykkar væri bara neðri helmingurinn af sér og efri helmingurinn Donald Trump, eða neðri helmingur Donald Trump og efri helmingur hún? Þú þarft svo mikla hjálp. Í alvöru að taða. Þetta. Nei, er þetta í alvöru, sko? Hvernig, sko? Hann var bara að hugsa þetta. Hvernig veist, sko, hvað? Nei, þú veist. Richard, í alvöru að taða. Þú veist. Þið þurfa að velta steinum. Ó, guð. Sko, búf, ég ætla aldrei. Þið startið þessari veislu, sko. Nei. Já. Þetta er, nú þyrftum við að vera með eitthvað nátökkun sem getur klukkað út, sko. Við erum aldrei að fara að gera það, sko. Þetta er líka besta spurning í sögu hvort myndir þið frekar, sko. Nei, sko, að konan ykkar væri neðri helmingur hún og efri helmingur Donald Trump, eða neðri helmingur Donald Trump og efri helmingur hún. En þú veist, við alltaf erum alltaf, þú veist, gagginniðir og ef við veljum efri frúin, neðri, þá er penis þarna niðri, sko. Þú veist það? Já, en þú sérð konuna hérna, sko, í já, ég veit, en þú veist að síðan er penis og ekki bara venjuleg penis. Girður niður manna og þá er herrar, þetta er tímamóta útvarp. Sem girður niður manna og þá er Donald Trump helviti margir fannir á bylgjuna núna, ég get lofað því. Richard, það er verið að hlusta núna á fjármála, sko, umræðum. Það senda númer á mándagen, Richard, þú ert hjálp. Ringd í þetta númer. Oft í þetta númer. Ég verði þá svarsamt. Sko, ég get ekki verið hérna upp í sófa og horfa á okkar sjónvarpsefni, lítil hægri og Trump í hliðina á mér, sko. Nei, ég var að hugsa sama. Það er bara líka hægt, sko. Þá bara... En samlíðið er alltaf búið. Það er út úr gluggan ef þú velur hitt, sko. Já, ég get bara ekki hort á appelsínugulan Donald Trump heima á mér. Þú er bara penisinn að koma á hilluna, það er bara staðan. Já, það er bara... Þú er bara retired. Það er bara því miður. Ég er bara að reyna... Maður tekur það bara kassan. Ég er bara að reyna að botna í hvernig... Það er ekki hægt. Orkubónum... Richard, hann er ráðgáta og fárveikur. Bara sálfræðing á hann, í kvelli? Ekki sálfræðing, það er bara eitthvað röð. Ég er ekki búin að fá svar frá neinum. Nei, ég meina, ok, sko Ég er með í seg, það er neðri Trump. Já, ég get ekki verið að horfa á Donald Trump í sófunum í kórakörinu, sko. Ég get það bara ekki, sko. Þá tek ég að frekar að það sé hann að það niður, sko. Já, Kolb, þetta það gráður út að velja alltaf snúið sér við það. Já, ég bara... Hann er búin að svara. Við verðum bara að gera þetta svona á. Já, hæ Donald. Alltaf hafa þetta hins eða? Nei, alls ekki. Ég bara, veist. Sér verðum maður bara að taka lana á þetta. Alltaf taka efri búkinn Trump, það? Já, nei, alls ekki. Sér verðum maður bara að taka lana á þetta. Við þökkum... Nei, það er ein eftir. Það er bara síðasta. Það var aldrei verið 4. Þetta áttu að stutta innkoman? Nei, þetta er bara stutt. Við erum búin að vera mjög stutt. Stutt? Já. Við vorum 35 mínútur með þekkið ekki. Hvað er 4. þá? Herðu, setja ykkur í scenario. Þeir eru búnir með klukkutíma fótbolta með vinahópnum í sporthúsinu. Já, þetta er reglur í. Suttalegt tempó, bara alvöru hérna ástríða og að vera að rífast aðeins svona. Já, búin að öskra á menn. Já, öskra á menn og allt annað. Þeir að lappin í klefa með einhvernum bara vin ykkar, einum. Hvort myndið þið frekar þyrftuð að sleikja skítuðu nærbuksunarnas í 20 sekundur eða skítuðu sokkana í 20 sekundur? Sko, nú er ég fann að hugsa bara. Eftir klukkutíma fótbolta? Já, ég er að tala um það. En má maður velja hvaða vinur sinna það er? Já. Skiljuðu, má ég handpikka vin? Má ég giska? Telma Frænka?
Nei, þetta þarf að vera karl. Þetta er karlmaður. Nei, ég meina ef þetta var sexy Roo, skilurðu, í bolta. Ertu að sjá þig fyrir, sleikja nærbuksunar hjá Sexy Roo ekki allt í góðum sem er fellow creator. Ef ég má handpicka the person. Af hverju ættu frekar að vilja nærbuksu heldur en sokka? Og af hverju ættu nærbuksunar hans Roo þó hann sé gorgeous. Hann geti hafa hann er bara í sveitu nærbuxum. Ok, Jón Gunnar, Dagbjartur eða Sexy Roo, vel Roo. Sko Helvíti, heldur snöggur að svara hana. Já, sko. Sorry Dabbi. Þetta er bara búið. Þetta er FM FM 957 Geturðu sett Kolbari eins og varst að segja þarna. Þetta er FM. Þetta er FM Vá, hljóðmyndin. Sáleg. Hörru, þetta er ekki bara, þú varst að opna þetta vel, hérna, Coldfather, því ég er nú með hver ykkar, ekki hvor ykkar, þeir eru þrír að keppa og konceptið er, annarkvæmt eru þið sammála, ósammála, mögulega eru þið sammála með eitthvað, ósammála með eitthvað annað, en þetta er eitthvað faglega mat og fyrst spurningin, þetta er 4, hver af ykkur 3 eru mest sexy útásröddina, þegar má ég tala, allir 3, by the way, með geggjað útásrödd, þannig að þetta er krefjandi spurning. Mjög. Hver er bestu útásröddina? Ég var hóvar á hann í 8-unni sko. Varst hóvar? Mjög. Já. Mjög hóvar sko. Það var meira svona spurning hvernig útvarsmaður varstu fyrir 30 árum síðan sko. Versus það hvernig rödd maður miðdag. Mér finnst þetta mjög auðvelt. Kolbarn á þetta. Út af því hann er FM-röddin. Já, ekki bara það. Þú veist, ég heyrti í honum á bylginu, hann kom eitthvað stjörnusbá þátt sko, sem er ótrúlegt sko. Og þú veist, það er svona hollow people. Hello Joyce. En svo kemur hann, en hvernig gerður þetta? Þú veist, það er bara... Já, en bylgjuröddin Kolbar önnur en FM-röddin Kolbar. Já. Það er bara, þú veist, það var bara alveg svo bara róta romantískt breiðuröddin Kolbar ekki saman og bara trúðast með okkur. Ég meina þegar hann var að kynna íslenska listan, að ég tók við það eftir húnum. Já. Ég var að reyna að herma eftir hann. Ég heita Óskar Kolbensson og þetta er íslenski listin. Intro mitt á 40 ár, það er Kolb sem kom með það lestur. Já, Kolb. Það var vissulega favorite. Það var favorite fyrir þetta. Það er allir sammála. Já, Kolbarinn þarf að eiga þetta. Segir ekki bara sjálfur Kolb? Ég bara róðna. Hann gaf sjálfur sér 10. Winner er Kolb. Ok, næsta spurning, hver af okkur 3 með blautastur? Rikki. Já. Sorry. Rikki G. En þetta er samt, ég meina sko, þetta er öðruvísi sko, menna Kolb södrar einhvern veginn flest alla daga. Richard er mænuskattar á meðan. Södrar ég flest alla daga? Já, þú veist, eigur upp það flest alla daga. Menna Rikki tekur meira svona bara harða benders. Já, ég er svona túramaður meira. Ég get alveg tekið mánuð bara, þú veist, og snert ekki. Ég er túramað, þú bara hljómar svo hafður að vinna á sjó sem kemur í landvort fullu bara sem ganda. Ég get tekið síðan bara, þú veist, 3 daga bara þess að break a sweat. Rikki, við vorum í golfu 3 daga? Já. Við vorum í golfu. Það klappar að baki fyrir 3 þurra daga? Nei. Já, 3 í röð. Já, ég tek eftir mánuð, það sem ég snert ekki bjór. Þú veist, ég er í golfu með vinnum mér þegar það fóðst 3-4, ég bara, nei, Já, oi. Ég hef aldrei upplifað það. Ég var með í golfmóti daginn og það var kláð 9 morgun í Vestmanni og var blind full. Já, en hvað var ég að gera þá? Var ég ekki í fríi? Þú varst að drekka. Já, var ég ekki í fríi? Já, jú. Já, var ég að mæta í brennslan á deginum eftir það? Nei 9 morgunni kom. Það var fullu 9 morgunin. 8:30 Já, við þurfum bara að ringi einhvern, sko, það er slopp. Það er slopp og efri hverju. Jú, ég verð að taka þetta á mig, við hliðin á þeim þeir, ég meina, langt síðan að Tatman lagðinn bara alltaf skemmtilega inn til Sýslumann, sko. Vá, hörðu. Takk. 17:34 og ég var bara sparkaður út af. Takk. En jú, ég skal taka, ég tek þetta. Richard. Þannig að þessi allir 3 Richard. Já. Ég bjóst ekki að þeir eru alltaf sammála. Ok, hver af okkur 3 með graðastur? Kolb. Næsta spurning. Já, ég meina, þú veist, þetta er auðvöldast í heim. Kom er ekki sammála. Hafið einhvern tíðan heyrt eða einhvern starf það á bara vefnum, heimsvefnum, Horny Kolb. Hafið séð það? Ef þú googlar núna Horny Kolb, séu við hvað það. Ef þú googlar Horny Tat, þá farið mynda þessum gæðina hérna með við mig. Ég ætla að sokka þetta. Ásgeir hann var einhleipur í 12 ár í 101 í Borg Óttans. Hann háttaði allan okkur 3. Á engin breaks. Mér er alveg sama hvað The Deep Internet er búið að segja síðan. Þannig að síðan eru liðið mörg ár vissulega og veist, ýmsa fjörun og sopi félagarnir. Þú veist,
Þetta bara, þú veist, hey, don't hate the player, hate the game. Ég verð, ok, Jón Gunnar seldi mér þetta. Ég verð að vera sammála þetta. Okay, sko. Þannig að við erum ósamála núna eða? Já, sko, þetta var, sko, Rikki, þú ert að koma þitt svar kolb. Já. Sko, af hverju Hornita, þetta er ekki Hornikolb. Það kemur bara ekki frá Gilsarnum, sko. Já, ok, það er bara ekki þvæla í sig, sko. Þetta er 2-1 og þetta er, sko, Kolb segir Tatman, Vincent og Tat segja Kolb, ok? Síðasta. Hver af ykkur þreð með bestur í að æsa upp virka í aðtúasemdum? Það er ákveð hæfileiki að ná þeim á flug, sko. Æsa upp nettröllin. Mér langar ekki að æsa netnu upp, sko. Nei, ég bara hata nettröll. Richard er alltaf í brennslun og annað, þannig hann er með kanal í að gera allt vitlaust. Ég hef svo sem gert það, sko. En maður er að Kolban er ræstir alltaf að virka út þarna með þegar þú talaði um ógeðslega klósetti og hurðarnar og einu eldursinningu sem er ennþá, talandi um internetuna, sem er ennþá það finnast að þú finnur á internetinu þegar maður að fara í gegnum þessa íbúðna vestur í bæ. Hann strauði ekki bara íbúðna, hann strauði blokkin. Ég átti þessa íbúð. Ég átti hana. Hafa þá reyni. Það hefur ekki keitt sér fastegna það segja nú varst hana. Nei, sko, ég átti hana. Ég var að hrauna yfir mína eigin íbúð. Ég átti hana. Fastegna verður hrundi bara í hverfinu. Því allir sem voru að horfa á Skjá 1 á sínu tíma og einlit útlit og það vinstast þáttu þjóðurinn, sko. Þeir voru að horfa á sjónvarpið svo litið til hliðar á sama eld og svo þú veist að gubbi yfir. Það var rosalegt, sko. Hvað sagður viðbjóður oft í þættinum? Ég veit ekki. Var það ekki Íslandsmeistar? Við töldum eitthvað tíma, það var eitthvað rosalegt. Kannast ekki við það. Ég man í einhverju partíi hjá held ég Tat, þá horfðum við á þetta á YouTube og við vorum að grenja úr hlátri. Þetta er ekkert eðlilega. Þetta er mjög góður sketch. Þetta kannski ekki. En er þetta ekki samt Richard? Það er líka ekki clear winner hana. Ég sagði eitthvað tímann hérna lagið Vettes Pussy. Já. Þá fór það á DFF, sko. Vettes Pussy. Fullt af enga skilabóðum, sko, hérna. Já, af hverju hataru konur, af hverju hataru valdeflandi konur. Getur þú sett á Vettes Pussy eftir þetta spjall? Það er rosalega gott lag, sko. Sett á það? Já. Fyndu það? Já, fyndu það. Það fyndu við nýja vinnu, veit ég. Þannig að Richard er að æsa upp nettröllin. Þannig að þetta er hérna flestur, þið voru sammáli öllu nema bara graðasti. Ég bjóstu þetta er svona meira battle. Það er bara svo það er. En hvað finnst þér eiginlega eins og með graðasti? Hvort er það Tat eða Kolb? Það er ekkert að spurja steikina, sko. Ég meina Rikki G, þú veist. Nei. Hann var að fara á baki. Já, af hverju var ég að tíja þessu? Af hverju var ég að þessu? Af hverju var ég að tíja? Af hverju var ég að tíja trúðina á? Þið er að vannmeta Richard. Þið steingleymdur Richie það. Ekki tæma baukinn í trúðu, sko. Þú veist þetta, sko. Og mannstu því að fóru með gólstöðuna. Festi rassin í löðusofanum. Já, þetta er fyrsta sem ég sér að heyrta. Reyndar glemdum Richard í þessari umræðu. Þið voru ómikið að fókus á ykkur tvo þar. Þið glemdu hvað það fór. Ég var lengur búin að íta á play af því ég er ekki búin að finna lagið. Mér er lengur búin að setja á og hérna kemur það. Grjótið ykkur. FM 957 Topp tónlistarstöð. Það er blað það þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Fallegt veður í höfuborginni, sólin á Þróttaramerkið og þar fram til göttunum. Gilsari, það er komið að spurningakeppninni. Nú ætla ég að tilla mér aftur í stólnum og ég ætla að njóta því að ég tek ekki þátt í þessu. Já, þú mást alltaf vera svona wacky sidekick. Já, ég ætla bara að vera með. Þú mást alltaf segja eitthvað og Ég verð Squeak Scolari í þessu. Sko, þetta er King of Media / King of Entertainment. Þegar þeir báðir unnið í fjölmjölum og allt tengt entertainment. Rétt. Þannig að ég myndi halda að þetta væri bara stuðla. Þetta er bara 50-50 bet. Þetta er bara stuðlar á netunum 2.15. Þetta er bara eitthvað veikt. Það kemur eitthvað rosalega galið, sko. Nei. Sko, fyrsta er bara mjög einföld. Hefur þú unnið á topp tónlistastöðinni FM 957? Það byrjar þetta alltaf svona. Þetta byrjar svo eitthvað svona það byrjar rólega. Og allir bara, já, þetta er ekki flókis spurningkeppni. Já, ég ætla að King of Media. Já, ok. Já, við höfum báðir inn á FM. Allir. Einmitt. Takk. Ég var ekkert alveg 100% viss því samtida fyrir 9 í morgun. Og þegar ég byrja að semja þetta klukkan 9 þegar ég leiði niður klippingu og byrja að semja þetta. Tekur 9 til 12 klukkutíma að semja þessi keppni. Takk ég með. Ok. Já, það bara tekur Kolbari. 9 í morgun. 9 til 12 klukkutíma. Ég er búin að semja þessi keppni í 14 ár. Það var ennþá að semja þegar þú varst í vaskinum hjá Carter. Fyrstu 2 föstudagarnir voru auðvöldir, sko, svo þetta verða challenge. Hefur þú stundað samlíf í FM-stúdíónu? Einmitt, wait for it. Og ég málega þeir er ekki reknir og þegar Rikki er þú varst yfirmaður í dag. Ég hætti 2000. Ég segi það.
Nei, ég hef ekki gert það. Það er ekkert að reykja ykkur. Nei, pass. Jálfur Ég haldi að væri punktur á ykkur báða hana. Já, ég hef farið þykkur Hefði ég haldið það? Ég hef farið þykkur á það Við erum bara professional. Við vinnum okkar vinnu og fyrir heim. Já, við erum í vinnunni sko. Nei, ég var ekki að tala um þetta endilega á vinnutíma bara kvöld eða eitthvað Nei, ég var ekki að laumast í stúdíóin í den og bara býði eftir að Bússi sæði eitthvað í kamerunni, bara glemdi hugmyndin sko. Það tekið okkur höfuð sko. Það var lófu pyrraður oftur út í okkur sko. Var kamar í FN-stúdíunni? Ég manna öruglega. Takk. Bússi tók nokkur í svona hárblóðsum á okkur. Richard var ekki búin að svara. Hann er ekki með sko. Ertu ekki með? Er ekki þú mátt vera svona með og það er punktur á þig hann? Nei, því miður Ég hef nefnilega sé punktur á Richard Nei, því miður Ég get sett í svigar, Richie. Ef þið langar að svara. Já, ég held að það hafi verið punktur hana. Ég hef ekki gert það Í 21 ár. Ég hef ekki gert það Þetta segja mig það. Ég hef ekki gert það Górstöðuna, fasteigna saman. Þú har ekki tekið FM-stúdíóið. Nú er ég bara sidekick Nú bara svarið þið spurningu Hvað er Trump og Kamala Harris hérna? Enga líkur á í 21 ár. Nei, það er ekki eitt í þessu sko. Fyrir 30 árum síðan, nú hljómaðu við sem 100 ára sko, og verður það ekki. Þá náttúrulega segjum þetta hefði átt í stað á meðan þú værir í útsendingu. Af því að það er ekki svo að vera einhver fín tölva að keyra þetta þá. Það er bara hvert lag á geisladisk, ná í hann, velja næsta lag, auglýsinga okkur kartspólum og drasli. Þú hefur ekki náð neinu sko. Nei. Það er bara fræðilegur. Ég heyrði einhvern tímann, mögulega verðist vera manure, að menn sem voru að vinna á FM á þessu tíma voru reglulega notaði sem svona pick-up-bíl. Ég hitta mig FM, eitthvað, stúdíu, taka gellur í stúdíu og sína takkana á eitthvað. Já, ég heyrði það þessu. Og sína takkana, ekki smá pick-up-lína. Ég held kannski að það væri þið tveir. Ekki smá pick-up-lína. Þú hérst að vera við tveir. Ég er með Björn Markus Grönaðan, Mörðin. Helviti lúmskur anskoti. Það er 0 púntar á okkur bóta. Finnst þér entertaining að vera með hár? Einmitt. Akkurat. Dömir og herra, fyrir ykkur sem veit ekki, þá er ég sköllóttur og þetta er alveg ný spurning frá Ísleif Skirbar á hinum megin. Þetta er alveg nýtt. Wow, þetta er shocker. Finnst ykkur entertaining? Málega, þetta er bara svo gott að ég fyrirsjánlega vini. Þetta er bara spurning hérna. Já. King of Entertainment. Og þú varst lengi að semja þetta. Dauðafæri fyrir því að fá punkti annað á Kolbari. Sko, já, hvernig væri Kolb snóðar eða sköllóttur? Hann væri svo eyrnapinni sko. Ég væri hræðilegur sköllóttur, ég viðkynna það. Hann myndi bara taka hárkollu, verður ekki það ástæð fyrir að ég með þykkt. Þú verður að taka hárkollu. Hann er bara með eitthvað Mufasa makka. Ég er neyða sköllóttur. Það fer tett menn vel á sköllóttur. Já, það fer hann mjög vel. Þú er ógeðslugur sköllóttur. En ég er ekki að vera leiðilegur. Já, en sko hafið þið séð. Nei, ég er ekki að vera leiðilegur. Þú værir ógeðslugur sköllóttur. Já, ég ekki fara þig vel. Nei, getur verið. Hvernig finnst þér að vera með hár á spurningin? Þetta er bara mjög sexy. Punktur á Kolb. Já, það er 2-1. Hefur hrist þig í jisk? Þetta er Richard ekki með? Nei, ég veit Hvað ertu eitthvað geðveik? Hvað áttu við bara verið rúmfattalega? Já, sko, hann er Hvað líkur finnst þér? Maður spyrja þér, hvað líkur finnst þér að þeir hafa gert það? Nei. Hvað heldur að það var að kaupa púða? Ég er með keppni sem heitir King of Entertainment. Já, en átti ég ekki að vera frá þessu? Þú ert ekki með. Þú ert ekki með. Hvað kemur Jisk Media and Entertainment? Heila blóðfall er þetta? Alltaf sama heila blóðfallið. Sérðu það gæja? Jesus Christ. Sko ég hef séð tett röldum í Jisk. Ég hef ekki haft hann grunan það hristar sig þar. Ég veit ekki í hvaða veruleika ég ætti að fara að henda mér í þann gýr. Nei, en það hef ég ekki gert það heldur. Í rúmfattalaðurnum. Hefur þú ekki gert það? Richie, ég hef ekki hrist með nei. Þannig að nei. En hann náði hámarki í Jisk. Hámarki hans í Jisk? Já. Nei, það er mjög stutt. Ég er með playtakkan. Þú ert ekki svona með í keppninu. Já, hættu þá spurningunum mig. Ok, það er 0 á Jisk. Þetta var ekki spurning. Hefur þú hrist í Jisk? Ég fekk mail daginn. Bara, fara að sleppa þessu? Frá Jisk? Já, basically. Já, ok. Ég held að eitthvað Jisk sem minna skemmti við trúðalestinni og Jisk. Ég er ekki að fá Jisk á mótið mér sko. Takk. Hefur þú kveikt í hári?
Af hverju sko Já, sko Nú hlæja margir Hvað? Sko, hvað skilgreining með að kveikt í hári sko, ef við spyrir mig til þess ég hef aldrei gengið að vera kveik í hári ég kapna næst hefur þú kveikt í hári? Nei og ekki í þessum aðstæðum heldur sko nei, sko þannig að ég veit ekki alveg sko já það alltaf ekki punktur á mig já sko ég er með átt að maður sko kveikt í hári sko ég hef ekki kveikt á kveikjar og kveikt í hári gengið á milli kveikt í hári sko nei eða kvikni já sko ég hef alveg orðið vitna því að þú kveiknaði í hári ég datt Ó, ég held að sé besta spurningi sögu spurninga það er, já, ég veist, ég hef alveg séð það gera þú séð það já, ég veist, já Það er 3 kolb út að reykja King of Entertainment sko. Ég ennþá áttum að hvað er spurningin Ómálega, ég get sagt þér að þú ert búin að tapa Gerdal, að þú getur aðeins unnið tilbaka með punkt núna ég hlakka til að heyra spurninguna Finnst þér gaman að senda fólki út í bæ hugulega limynd eins og stjórnandi þáttarins Ríkar Óskar Guðnason, dagskrárstjóri F957 gerði það á sínum tíma Akkur held ég að Richard væri ekki með í leik Ítum bara play Hann er ekki með hann er ekki með Ég held að hann væri ekki með Hann er ekki að svara þessu, hann er ekki með 5 spurningar, hann átti 2 Þetta er löng spurning, náðu henni ekki alveg, getur þú lesað Þetta var bara nánast mig Nánast Þetta er spurning til okkar Já, ég veit að þetta á Já, Finnst þér skemmtilegt að senda fólki út í bæ hugulega limynd eins og stjórnandi þáttarins í dag Ríkar Óskar Guðnason, dagskrárstjóri F957 Nei En takk samt Kolb, þú pakkar saman 3-1 til hamingi Þú ert King of Media / King of Entertainment Það er rosalega, það er hamingi Á ég var að þakka Það var ein spurning media and entertainment sko Já, ég veist Þetta ánægð með Var það ekki, ég hafði unnið á FM Var það ekki Þetta var mjög mikið hár En hversu gaman var að kveiki í hári? Ég hef aldrei kveikt í hári, sko, ég voruð vitnaði Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er búið að vera litla veislan í dag hér hjá okkur í FM 95 Blö en því miður þá er þetta bara 2 tímar Gilsari, hvað myndir þú giska? Hvað heldur að við höfum getað verið lengi? Svona 6 tíma viðbót held ég sko Já Það er a hell of a time Þetta flög Það er bara tíminn gufaði upp sko Það var hrikalega gaman Þurftum við að sleppa lögum í dag, var það ekki? Jú, það er bara nákvæmlega þannig Herðu, við ætlum að fara aðeins yfir helgina Tatman, hvernig er helgin þín? Bara super róleg sko Ég er svona námslóti eitthvað í námi ákveðinu séri sem er skemmtilegt Ertu í námi? Hvað, í FG eða? Nei, sem betur við kláraði það fyrir 30 ára Ég er í heiti Showrunner Ég er með 13 öðrum handritsöfundum frá Evrópu í svona online masterclass stöði Ég tek það í fyrramálið og svo bara einhver kósi með familji Herðu, ok, ég ætla að spyrja það bara, sorry Nú bara, ég var að horfa á fyrsta þáttin í gær Af dimma Já á símanum Ég veit hvað að spyrja, af hverju tala allir ensku? Sorry, þetta böggar með þvílíkt Já, ég held nefnilega sko, ég held ekki Þetta er náttúrulega bara CBS að gera sjónvarseri eftir Ragnar Jónasson bók Dimmu sem er frábær og þessi karakter sko Já, ég lesi bókina Já, þessi þríleikur hana Huldu Rannsóknarlögreglu Hérna, ég er ekki búin að sjá þáttinn, ég hlakka til En ég er bara að heyra það sama, þetta er þá rosalega skrítið fyrir Íslendingana Já, mjög Svo bara Falkagata og ég heiti Hulda og svo Björnlinu kemur bara til ensku Þetta er náttúrulega bara að gera Mér finnst það samt skrítið sko, af því að En er ekki hægt að gera þetta líka á íslensku? Er líka bara svo True Detective Þá var það bara Alaska og allir tölu bara ensku Ekkert mál En þetta á að gerast á Íslandi og allir tala ensku Og aðal karakterin hún er íslensk en hún tala, ég skilir þetta ekki sko Af því að sko En ég er mjög spenntur að horfa á þættina Já, ég horfði á þáttin í gær Þessi þáttur á íslensku hefur verið bara geggjaður Já. Af því að þetta er dark, þetta er spennandi Já, þetta er bara En að heyra bara Do you want some donuts? Og þú veist, íslenska enskan í þessu Þetta er bara Já, ég er mjög forröðin að vita eiginlega hvernig viðbröðum verða úti er ekki svo CBS ég að treysta á Ísland sem slóið í gegn á Íslandi Jippi Kóla sko Takk. Þeir eru að veðja á Ragnar Jónasson sem er bara global fenom búin að mótselja bækur um það heim Þannig þeir eru ekki að impra á íslenska markað Nei, það er bara svona gaman með veist, En ég er mjög spenntur að sjá þessar En ég vissi að þetta eruðu viðbröðun hérna heima Bókin frábær
karakterinn frábær með Lenu Ólin geggjaða leikonu, Lasse Hallström leikstjóra geggjaða sko. Og svo kemur bara Björn Hlynur og talar ensku við Lenu Ólin sko. Og alla. Þetta er skrítið. Já, þetta var skrítið. Og veist, fólk kíkja á það, bara taka þetta út. Kolbarinn, hvernig er þín helgi fyrir utan að kveiki í hárum? Já, þetta kláraðist á það sko. Er það þarna sko Follow-grín með hárið. Sko, ég er að kíkja núna til hérna upp í síðumúla til Kölska. Kölski er 6 ára í dag hérna að fatta. Það er rosalegt. Já. Og hérna það er veistla, bara veist ég held að sé hérna okkar besti DJ. Já, Dr. Viktor, hann spilaði þarna og Daniel á morgun til mömmu þennan. Já, sérna mamma Mér er búið þar, ég fæ mér ekki lightbjór þar eða? Það er lightbjór og það er mæting 4 gilsari. Þú verður að búið með e-mailin, við ætlum að tilla okkur niður klukkan 4 og fagna sérst áttræði samanlega móðuminnar. Reynda verið til friðslar. Ég ætla að byrja meilunum 5.15, þannig ég ætti að vera góðu 4. Já, frábær þar sko, þannig að já, helgin bara góð, kíkið til Kölska núna, fer heim síðan í, vonandi bara kósi í kvöld með konni og Tiny Kolb. Já. Hvort á Trump og ofan eða neðan? Jésús minn, það væri svakalegt. Við vorum ekki allir sammála þar Já, en ég menna Hitt er ekki hægt Hitt er literally ekki hægt. En næst sko, takk fyrir að koma drengir. Þetta var mjög skemmtilegt, takk fyrir áður. Næsti föstudagur er síðasti þáttur sem við tökum fyrir áður en að þeir koma heim bræðarnir. Og næsti föstudagur er líklega, við erum að vinna í þessu, Sóli Hólm og Hjörvar Haf Lýðarsson með mér og Rikka. Það er rosalegt. Line-upið er ekki slæmt þessa föstudag. Já, mér finnst líka gaman að fá Hjöppa aftur í þetta. Hann er geggjar í hlaðvarpinu, Guðmund Almáttuður. Ég get að hlusta á hann tala fótbolta endalaust. Það er að fá trúðin í gang. Já, fá Hjörvar, FM Hjörvar. Það er veistla. Svo er Hólm alltaf snillingur sko. Þannig ég hlakka til. Drengir, góða helgi og þið kæru hlustendur, góða helgi, farið varlega, gangi hægt gleðina dyr og FM 95 blöð aftur næsta föstudag. Þetta er Topp tónlistarstöðin FM 957